kvöld og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað í kvöld er von á góðum gestum og virkilega fjölbreyttum efnistökum. En í lok kvölds verður það rödd kynlífsverka fólks sem að fær hér að heyrast þegar Ari Logn og Renata Sara Arnardóttir, talsfólk Rauðu regnhlífarinnar, koma og ræða kvikmyndina Anora og fara svona yfir stöðu kynlífsverka fólks í samfélaginu almennt. Þá fæ ég til mín líffræðingana Arnar Pálsson og Andreas Guðmundsson með heilt samfélag maura hingað við borðið. Virkilega áhugavert og örugglega í fyrsta skipti sem ég fæ maur í viðtal. Óþekkti þingmaðurinn er á sínum stað en Björn Þorláksson fær til sín Ingvar Þóroddsson og ræði við hann á persónulegum nótum. Ingvar er yngsti þingmaðurinn nú stundir og lýsir fyrir Birni með opinskáum hætti afsakið. Hvernig efasemdir hans eigin verðleika urðum áskorun í hans lífi. Þá er vikulegi dagskrá liðurinn reynsluboltar á sínum stað en Sigurjón M. fær til sín Ernu Bjarnadóttur, Magnús R. Einarsson, tónlistamann og útvarpsmann og Sigrúnu Jónsdóttur fyrrum sjúkraliða en þau fara yfir helstu mál líðandi stundar. Bændur og búalið eiga sitt pláss hér við borðið í kvöld en þau sjá fram á breytta tíma. Hugsanleg innganga í ESB gefur tilefni til að ræða ógnir og tækifæri að sögn formanns bændasamtakanna Trausta Hjálmarssonar sem kemur hingað og ræðir við Björn Þorláksson. En hér að loknum auglýsingum ríðu á vaðið Laufey Líndal Ólafsdóttir ásamt mér sjálfri og lögmanni Gunnari Inga Jóhannsssyni Solaris-málið svokallaða. En ríkissaksóknari fól lögreglu að rannsaka fjársöfnun og átaksverkefni til að koma fólki út af Gaza sérstaklega. Þannig að sitjiði sem fastast og dokiði við. Það eru hér nokkrar auglýsingar og svo er það Laufey Líndal Ólafsdóttir sem ríður á vaðið í kvöld. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið í sæl og velkomin aftur á Rauða borðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að fjalla hér mál sem að hefur svona poppað upp öðru hvoru hjá okkur við Rauða borðið að undanfarnu og hefur farið eitthvað fyrir í fréttum en ekki nógu mikið á okkar mati. En það er mál Einars S. Halldórssonar gegn samtökunum Solaris. Og þar eru sakborningar sem Erla Serdarólu og María Lilja Þarstadóttir Kemp sem er dagskrárgerðarkona samstöðarinnar. Og hún er hérna komin ásamt lögmanni sínum, Gunnari Inga Jóhannsssyni. Komiði sæl. Hæ. Sæl. Þetta er nú mál sem er ekki að fara sína fyrstu umferð. Þetta hefur svona komið einhvern veginn aftur og aftur. Já. Og er nú komið í hvað þriðja sinn? Er það ekki rétt hjá mér? María Lilja, kannski byrjar að segja okkur aðeins. Jú, þetta mál, þessi kæra, hún er eitthvað sem er borin upp á lögreglu fyrir núna rúmi ári síðan af Einari S. Halldórssyni, þar sem hann svona viðrar þessar áhyggjur sínar við lögreglu
og óskar eftir lögreglurannsókn á fjársöfnun sem var farið í á vegum, mínum vegum og svo Semu og Solaris. Þegar við unnum að því að koma með aðstoð Íslandinga fólkinu heim frá Gaza, dvalarleyfishöfum. Já, þeim sem höfðu fengið leyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar og það hafði eitthvað tafist að koma þeim. Jú, það var íslensk stjórnvöld þau sýndu kannski ekkert gríðarlegan vilja að ná út fólki úr þessu þjóðamorði og okkur fannst að það þyrfti eitthvað að gerast og stundum þá ef maður bara með eitthvað svona réttlætiskend og maður fyllist eitthvað svona reiði og maður fer bara á stað og maður bara reynir eitthvað sjálfur. Þetta sé, eða kannist flestir við þessi tilfinningu, maður er eitthvað svona vanmáttakend, mikið af palestínska samfélaginu tengist mér á einn annan hátt, þetta eru vinir mínir, margir margar talið til fjölskyldu og þannig að þetta verandi hérna á Íslandi, horfandi upp á þetta þjóðamorð, vitandi af börnum, eiginkonum og gamalmennum og körlum á ólíkum aldri þarna inni í þessum hryllilegu aðstæðum, þar sem að þau í rauninni beiðir ekkert nema dauði. Þá einhvern veginn langaði mig og Bergþóru og Kristín Eiríks okkur langaði til þess að freista þess að kanna hvort að ekki væri hægt að koma þessu fólki yfir landamærin með öðrum hætti heldur en í gegnum íslensk stjórnvölda því að þau voru búin að lýsa því yfir að þau vildu ekki taka þátt í þessu. Þetta er eitthvað ferli sem fyrir gang, þannig að við komum frá fjölmiðlum, Solaris grípur hérna ákveðin bolta, tekur utan söfnun. Já, þið byrjuðu að fljúga til Egyptalands, er það ekki rétt hjá mér? Jú, við Bergþóra við ákveðum þetta á svona sólarhring, við förum hérna út, fréttum af því að það sé hægt að fara, það sé til ferðaskrifstofa sem að sérhæfi sig í lúxusferðum á milli Gaza og Egyptalands og þetta fyrir þau sem kannski ekki vita þá hefur Gaza verið afmarkað og lokað landsvæði í mjög langan tíma. En ef þú átt pening þá gastu keyptir svona VIP einhverja service þarna yfir landamærin og þessi skrifstofa hún hafði nú ekki lokað dyrum sínum algjörlega þrátt fyrir að þjóðamorði væri sannlega í gangi. En það hefur svo sem verið það síðustu 76 árin þannig að það er bara eins og það er. Við einhvern veginn komumst förum það inn, leggjum spilin svolítið á borðið og bara kaupum af þeim þessa flutningsþjónustu fólksins, Íslandingana, með því að fara í landsöfnun og ég meina við söfnum fullt af pening og þetta gerist allt rosalega hratt. Vegna þessa máls þá náttúrulega verður einhver hreyfing á Íslenska ríkið fer í einhverja svona eftir áskýringar og aðgerðir og annað því líkt. Þannig að en þetta endar þannig að við og fyrir söfnunarfé Íslensku þjóðarinnar tókst okkur að koma yfir landamærin 200 einstaklingum út úr þjóðamorðinu á Gaza. Sem er auðvitað bara eitthvað sem að ég get verið ofboðslega stolt af og allir þeir sem tóku þátt í þessu stóra verkefni. Það voru auðvitað mjög margir sjálfboðaliðar sem komu að þessu og þétt net og vel haldið utan þetta. Já. En það sem gerist svo er svona þegar að þetta verkefni er svona aðlíðandi lok þá tekur Einar S. Halldórsson sig til. Hann er pabbi Diljár Mist, þingkonu Sjálfstæðisflokks og hann kærir mig og svo sem Erlu og svo Solaris samtökin sem að hún er stjórnarformaður í og og einhvern veginn úrverður þetta svona ping-pong á milli ferli, þar sem að lögreglan fellir niður rannsókn og það fer þarna til ríkissaksóknara og hann svona kærir ákvörðin og það verður aftursend til lögreglu og svona fram og tilbaka og núna erum við komin á þann stað að saksóknari tók ákvörðin að senda málið enn einu sinni inn til lögreglu
og með sko 10 blaðsíðna greinagerð og einhverjum tilmælum sem við reyndar fáum örugglega ekki sjá hvernig lögregla skuli hátta þessar rannsókn og eða haga þessar rannsókn. Þannig að já, eins og ég segi, þá er þetta bara, þetta skrítið mál. Við höfum rétt að vera með réttastöðu grunaðs fyrir einhvers konar efnahagsbrot og svo tengsl við hryðjuverkasamtök sem náttúrulega, þetta er bara algjör fásinna. En fyrir vikið þá og höfum við líka bara orðið fyrir miklu áreiti og svona, þannig að maður upplifir það svolítið sem svona pólitískt ofbeldi eða einhvers konar svona hundaflutu. Einhvers konar ofsóknir. Já. Takk fyrir. Gunnar Ingi, kannski spyr þig næst að svona, lögfræðilegu hliðinni. Hvernig er þín aðkoma í þessu máli? Ég náttúrulega verið að aðstoða Maríu í þessu máli og kem að því þannig upphaflega þegar að kemur á daginn að það er búið að leggja fram þessa kæru hjá lögreglu. Þá upphaflegu kæruna. Og það var nú strax svona tvennt sem að vakti athygli og var athyglisvert við þessa kæru. Það var í fyrsta lagi þarna væri einstaklingur að kæra sem að er ekki brota þoli eða hann er ekki alltaf fram að það veri brota á hans hagsmunum eða eitthvað slíkt, heldur þetta svona lagt fram eins og það gerir áhyggjufullur borgari út í bæ, ekki nema að viðkomandi hafi lagt fé í söfnun og hafi hafi orðið af því, getur vel verið að kærandinn hafi lagt fé í þessu söfnu, ég þekki það ekki en það er fyrst og fremst í rauninni bara verið að benda á í þessi kæru að það séu til einhver lög frá 1977 sem heitir lög opinberar safnanir og svona ákveðin rammi utan þær og það sé óskað þetta rannsókn því hvort að þeim hafi verið fylgt og síðan eru svona einhverjar óljósar fullyrðingar eða óljós ummæli það að það sé óheimilt að greiða erlendum embættismönnum mútur en það sem að vakti athygli er þá þetta að þessi aðili á enga aðkomu að þessu máli og tengist í rauninni ekki neitt og svo hitt að kærunni fylgdi í rauninni bara akkurat engin gögn og engin rökstuðningur og það var nú ekkert sérstaklega erfið ákvörðun held ég fyrir lögregluna að fella þetta mál niður vegna þess að það var ekkert í málinu. Nei. Og það var nú tekin skýrsla til þess að afla frekar upplýsinga málið og svo er það fellt niður. Það er síðan kært til ríkissaksóknara af hálfu kæranda sem að fellir þessa ákvörðun gildi og vill að þessi teknar frekar í skýrslur og skoða eitthvað frekar í málinu. Og það er gert og það er rauninni bara sama niðurstaða. Það er ekkert sem bendir til þess að það verið brotin einhver lög en það var ekkert bent á neitt slíkt í þessari kæru. Og það var rauninni bara verið að biðja lögreglunum að skoða hvort það gæti verið. Og það er þetta ekkert eitthvað sem að lögreglun á endilega vera að eltast við. Síðan er málið fellt niður aftur og kært aftur til ríkissaksóknara í desember og þá kemur núna þessi niðurstaða núna 12. mars þar sem að niðurfelling lögreglu er aftur felldur gildi og lagt fyrir lögregluna að rannsaka málið frekar og það er nú ýmislegt athyglisvert í þessari 10 blaðsíðna ákvörðun sem er nú mjög ítarleg á hálfu ríkissaksóknara og það er tvennt þá sem að segja sem að ríkissaksóknari er að velta fyrir sér. Það er í fyrsta lagi kannski jákvætt að það er þá komið niðurstaða það að það hafi ekki þurft neitt leyfi fyrir þessari söfnun sem fór fram. Það verðist allir vera sammála það, ríkissaksóknari, lögreglun og allir. Hins vegar segir í þessum lögum að
þegar að opinberar fjársafnanir fara af stað þá þurfum við að láta sýslumann vita af fjársafnun og lögreglan ríkissaksóknari finnst mjög upptekinn af því að sýslumaður hafi ekki verið látið vita af þessari fjársafnun fyrirfram og það er þetta alls konar fjársafnur á hverjum degi og það er engin vafi á því að það regnir ekki einhverjum tilkynningum yfir sýslumann slíkar fjársafnanir en það liggur þó fyrir tilkynning í þessu máli þó hún hafi ekki verið send fyrirfram en þetta er algjör minniháttar hvort maður segja formgalli eða hvað sko, þetta er eiginlega ekki eins og formgalli þannig að og þannig við ekki búið að tala um formgalla hér í tengslu við ýmis mál undanfarið, styrki stjórnmálaflokka og annað þannig að þessi harða afstaða ríkissaksóknara það að þetta litla atriði kunni að sko þurfi lögregla að rannsaka það er kannski vísbending það að lögreglan eigi að taka svona alls konar formgalla bara inn á sitt borð og aðtöku hvort að refsverða háttsemi sé ræða. Hitt atriðið er svo hvað varð þessa peninga og það liggja fyrir í málinu gögn hvað varð þessa peninga en og það liggur fyrir álít endurskoðanda á því að það stemmir það uppgjör sem að samtökin skiluðu afsett til sýslumanns en ríkissaksóknari vill meina að það hafi ekki verið nægilega mikið rannsókn og að þessi lög kveði ekki á það með neinum hætti að endurskoðandi eigi að framkvæma einhver rannsókn á fjárreiðum safnana, það á bara að skoða reikningshaldið og það gerði endurskoðandinn og sagði að það stemmir. En ríkisendurskoðandi virðist vilja fá að lögregla kanni betur og staðreini að þessir fjármunir fóru í það sem að þeir fóru í og auðvitað getur maður kannski ekki búist við því á þess að ég þekki að það er kvittanir eða reikningar sem menn fá við þær aðstæður sem eru þarna í þessum heimsluta séu í samræmi við þær reglugerðir sem gilda hér og þess vegna sé ekkert og það kann að vera þess vegna sé ekkert marka eða þeim tekið með fyrirvara við þessa rannsókn en það muni auðvitað ekkert annað að koma út úr þessu ef að það verður farið svona djúpt í þetta að rannsaka þetta það mun það bara liggja fyrir í málinu að peningarnir fóru þangað sem þeir sagðir að farið og ég sé ekki neitt annað að liggja fyrir þessu málinu að það verði fellt niður. Hins vegar kemur fram í bréfi ríkissaksóknara að ríkissaksóknara hafi sent lögreglunni svo rannsókn og tilmæli. Það er að segja eitthvað leiðbenningur það hvað eigi að rannsaka. Við höfum ekki séð þessi tilmæli en höfum óskað eftir því að fá þau þannig að við getum fylgst með rannsókninni. Og svo kemur fram í bréfi ríkissaksóknara að það er hraða þessar rannsóknir sem kostur og það er þetta bara jákvætt. Já. Fyrir okkur en kannski svolítið svona skakt með tilliti til annara mála sem að hafa kannski fengið að sitja á hakanum svolítið lengur. Já, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt og eins og þú segir, þetta minnir svona svolítið á pólitískar ofsóknir en ég fekk svona smá hugrenningatengsl líka í tengslum við til dæmis máli hennar Báru Halldórsdóttur þar sem að einmitt aktivistar eru það er verið að kæra aktivista í raun og veru fyrir að einmitt það sem uppljóstrar Já, akkurat þó málin séu ekki lík í eðli sínu en þetta er svona bara þessi ásetningur sem virðist vera frá fólki með ákveðna skoðanir að fara út í að kæra aktivista. Þar voru þá allavega einhverjir myndir brotaþolar sem töldu að vera brotið á sér sem gáttu þá vildu að það er rannsakað. Í þessu máli það er ekki fundist neitt brotaþoli og þetta er bara svona óskum það utan á bæ að þetta verið skoðað hvort þetta hafi ekki örugglega allir fjármunir í söfnunni farið í þetta og hvort að
það hafi nokkuð staðar verið greiddar mútur án þess þó að nokkuð liggi fyrir það. Já. Þannig að það er bara svona verið að biðja lögreglum að skoða þessi atvik þarna út í Egyptalandi og getur vel verið að það þurfa að senda einhverja fulltrúa frá embættinu þangað þá til þess að skoða það betur. Ég sé ekki annað en að ríkissaksóknari sé að fara fram á það. Og en það er það sem að vekur athyglisvert. Þessu máli er engin brotaþölu og það sem er líka athyglisvert er að í lögum meðferðar mála kemur nú beinlínis fram að kæru heimild til ríkissaksóknara sé bundin við það sem er hagsmuni af úrlausn máls. Og við höfum bent á það að þessi einstaklingur hafa enga hagsmuni af því að kæra niðurfellingu lögreglu á rannsókn málsins, en það hefur ekkert verið hefur aldrei komið til umræðu úrlausnar í þessum ákvörðum ríkissaksóknara hvaða hagsmuni í raunverulega þessi einstaklingur hafi af því að þetta mál sé skoðað. Nei. Það er eitt sem ég rak augun í þessari útskýringu sem er mjög löng og það er sko, þú veist, ég get sagt það, Gunnar Ingi getur kannski sagt það, þú veist, það er ýmislegt sem að mér þykir ámælisvert, en það er til dæmis sú staðarind að það er einhvern veginn gert tortryggilegt að ég skuli vera í stjórn Solaris í ár, en ég hafi sagt í skýrslutöku mitt fyrir árið síðan að ég hefði ekkert að gera með samtökin. En það er nú bara þannig að þegar aðalfundir eru haldnir og aðalfundur samtökjana var haldin núna í vetur og það var það sem að útbúnir voru mitt ársreikningar fyrir reikningsárið 2023 og það var svo 2024 núna aftur svo seinna í september og bauð mig fram í stjórn einfallega vegna þess að ég hafði með opinberum hætti verið böndluð við starfsemi samtakana og ég meina þekki þeirra starf og þykir bara margt gott þar, þannig að ég bauð mig fram í stjórnina. Þannig að það er svona eins og einhvern veginn, það fer ekki alveg svona saman alls konar verið að draga fram alls konar hluti sem að ég hafi verið að ljúga til í skýrslutöku þegar ég sannarlega gerði það ekki og ég meina það líður hálft ár þannig að ég þegar ég er komin inn í stjórn Sólarsamtakana sem ég er núna. Já, þannig að þú varst ekki stjórnarkona þá, en þú ert það núna. En það er náttúrulega liðin líka svolítið langur tími. Það er þessu máli. En það er náttúrulega liðin langur tími. Þetta er búið að vera hvað heilt ár, er það ekki? Þetta ferli, þetta lítur að taka á. Svona, já, það gerir það. Fyrir því persónulega? Sko, þú veist, einhvern veginn svona yfirleitt, kannski svona reyni að horfa fram hjá því að vera einmitt með réttastöðu grunns, en þetta hefur ónýtilega áhrif, en það líka kannski á það, sko, þetta hefur áhrif á annað fólk og þetta hefur áhrif á það hvernig fólk talar og leyfir sér að tala mig og Semörlu og Solaris samtökin sem eru mjög viðkvæm samtök sjálfboðaliða sem starfa sko, fyrir fólk í virkilega viðkvæmri stöðu og fyrir vikið er einhvern veginn það búið að gefa á okkur þennan höggstað að við séum sko, í einhverju fjármálamisferli og svo með einhver hræðileg tengsl og greiðum mútur og þar fram eftir göttunum. Það er einhvern veginn búið að gefa því fólki sem að hefur svona talað gegn okkar stefnu og því sem við stöndum fyrir, það er búið að gefa því einhver svona tól upp í hendurnar og sem það beitir óspart við okkur hótað og ég meina internetið er náttúrulega þar fer fram alls konar svona rætin og fremur viðbjóðsleg umræða okkur. Þetta Semörla hefur kannski orðið meira fyrir barðin á því heldur en ég einfallega vegna þess að hún er Íslendingur af blöndum uppruna. Ég tel allavega sé ástæðan. Ég hef kannski fundið aðeins minna fyrir þessu. Já, hún hefur náttúrulega sýnt í gegnum tíðina ýmis ummæli sem eru látin falla í hennar garð bæði á opnum vef og líka í engaskilabóðum. En þetta er ansi áhugavert líka. Hvernig haldið það framhaldið sé? Hvernig sjáu þið fyrir svona að þetta fari? Getur þú eitthvað svarað því?
Já, við erum nú býðið að sjá þessi rannsóknarfyrirmæli ríkissaksóknara til lögreglu, hvað lögreglan á að gera. Já. Hún er búin að fá það greinilega með teskið hvað á að gera í málinu. Já. Og þá getur maður svona daldið átt að segja því hvað það er sem að nákvæmlega á að rannsaka. Já. Það liggur ekki ljóst fyrir eða Við, sko, það er allan að ljósta þessari niðurstöðu ríkissaksóknara að það á að skoða betur þessa pappíra sem að, eru til staðfestingar á þessu, í hvað þessi fjármunir fóru. Já. Sem að þær hafa lagt fram þá væntanlega og hafa verið kvittanirnar og hafa verið endurskoðaðar sko. sem að sko í niðurstöðu ríkissaksóknara eru kvittanir sem að embættið setur það orð innan gæsalappa sem er á mjög gildislæðið sko að gera. Já, og í framhaldinu annarkvort fellir lögreglan þetta niður eða tekur þetta mál áfram og síðan náttúrulega þetta að meta það ef að lögreglan telur að það þurfa að fara að meta það hvort að þetta sé síðan einhver refsur sem sé líklega til sakfellis þá fer fram það lögfræðilega mat. Þar verður niðurstaðan oft svo að svo er ekki. Þannig að það er fyrst og fremst bara verið að beinið til lögreglu að það sé alveg skýr mynd af málinu þannig að allir kærandi og allir geti bara sofið rólega. Já, einmitt. Já, þetta er áhugavert. Ég fekk þessa skýrslu í hendurnar og þetta er alveg heilmikið plagg. Og ég er ekki búin að ná að renna í gegnum þetta allt, ég átta það, en er eitthvað annað sem að þið myndu vilja koma á framfæri svona að svo stötu? Við ætlum reyndar að halda áfram með þetta mál og skilst að Seima Erla og hennar lögmaður Helga Vala mæti í næstu viku. Já. En er eitthvað svona fleira sem að ekki kannski svona í fljótu bragði. Ég held að við hefum kannski farið svona yfir þetta, en þú veist, kannski fólk má fara að spyrja sig að því ef að þetta þykir sko tilefni til sakfellingar og einhverjum tímapunkti að þá megi allir allt eins eiga von á því að vera sakfelldur fyrir einhverjur fjórsafnanir og verði í þeim grublað sko. Ég meina að það fer alveg sama hvort að þú ert að selja klóstpappír fyrir fótboltaferð á internetinu eða hjálpa fólki út af átakasvæðum. Já, maður sér náttúrulega alls konar safnanir á netinu daglega fyrir veikum dýrum og hitt og þetta. Ég veit ekki hvort að þetta er allt lagt fyrir sýslumann. Nei, einmitt. En en ég bara, eins og ég segi, við höldum áfram með þetta mál og ég bara þakka ykkur innilega fyrir komuna, Marja Lilja og Gunnar Ingi, og við bara fylgjumst með. Takk fyrir. Og við biðjum ykkur að hingra aðeins, það er meira handan við hlé. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesa. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að ræða landbúnað, stöðu bænda og landbúnaðar í íslensku samfélagi. Veður eru nú válynd í ýmsum efnum, eins og við vitum, vegna sviptinga í alþjóðaumhverfi og kannski má segja að bændur hafi hér á landi sem í öðrum löndum sterkari stöðu en stundum áður. Það eru jú þeir sem framleiða matvælin og kannski eru nú flutningar matvæla landa á millum eitthvað að taka einhverju breytingum. Þannig að við ætlum að ræða það aðeins hér næstu mínútur og ég ætla líka að ræða búnaðarþing sem að mér dettur nú í huga sé svona uppskeruhátíð bænda og íslensk landbúnaðar ár hvert. Búnaðarþing hefst á morgun á Hótel Natura og hingað er komin til þess að ræða þessi mál. Trausti Hjálmarsson, vertu velkominn. Þakka fyrir. Þú ert formaður bændasamtakana. Það passar. Já.
byrjum á þessu þingi. Já. Er þetta svona þing þar sem að fólk sópast til Reykjavíkur í partí frá öllum landshornum? Já, það er náttúrulega, það óhjákvæmilegt þegar fólk kemur saman en að það sé haldin einhver partí. Við verðum náttúrulega að halda í gleðina í þessu öllu saman. En jú, við erum að hittast á Natúra á morgun. Það er búnaðarþing, Bændasamtaka Íslands og það eru fulltrúar fjölmörgu ólíku búgreina okkar íslenskra bænda sem að koma þetta saman á æðstu samkomu bændasamtakana. Þetta er valdhafi bændasamtakana. Já, þarna er ályktað og stefnasett. Þarna er hérna ályktanir búnaðarþings, þetta er svona stefnumörkun stjórnar bændasamtakana. Já. Og við erum búin að vera núna, það er búin að vera starfandi nefndir núna í aðdraganda þingsins sem að er að vinna að mikilvægum málum bændastéttarinnar og ég vil segja þjóðarinnar allrar vegna þess að við erum náttúrulega bara svo gríðarlega stór, sterkur og mikilvægur hlekkur í innviðakeðju samfélagsins, íslenski bændur og bændasamfélagið. Og þetta er okkur mikilvægt að geta komið saman og ályktað okkar nauðsynlegu þjóðþrifamál. Já, þið hafi kannski ekkert alltaf notið alveg sannmælis og það hefur ekkert alltaf verið jákvæð umræða bændur. Það hefur stundum heyrst að þið séu bara byrði á ríkinu, þið séu háðir beingreiðslum og sko ég þekki ágætlega til bændafjölskyldna margra, er sjálfur sprottin upp úr landbúnaði og sveit og ertu ekki sammála því að íslenski bændur hafa svona á köflum stundu verið svolítið í vörn? Jú, það er alveg hægt að færa góð rök fyrir því að bændur hafa svona kannski ósekju þurft að berjast aldrei mikið fyrir tilverurétti sínum í gegnum tíðina. En ég ætla samt að fullyrða að þetta er að breytast. Tónninn er mikið að breytast. Við finnum fyrir því hvar sem við komum, alveg sama við hvernig við ræðum, hvar fólk er statt í pólitík eða í þjóðfélagsstiganum, að það er allir velviljaðir bændum, bóndanum sem slíkum. En oft er fólk að svona kannski svolítið að blanda saman landbúnaðarkerfinu, afurðastöðvakerfinu, mjólkuriðnaðinum og bændum og horfa á þetta sem einhvern veginn eina heild og allt sé ómögulegt og við séum svona einhvern veginn við fáum stuðning hins opinbera og þetta og svo er tollverndin en þetta er í grunninn sko snýst þetta það að við náum að koma okkar orðræðu á réttan stað, við náum að útskýra við hvað aðstæður við búum til hvers er þetta, það eru flest allar ef ekki allar þjóður heims að styðja beint við sinn landbúnað. Það eru langflestar þjóður heims líka að beita tollvernd. Þetta er allt grunnurinn að því að skapa þessi skilyrði bænda til þess að geta framleitt sína vöru og haldi byggð allt land. Það er hluti af því sem við erum að gera, að halda samfélagunum í byggð og ég finn það mjög sterkt að það er viðhorfsbreyting og almenningi þykir vænt íslensku sveitina, íslenska bóndan og íslensk matvæli, ekki síst. Þannig að ég sé ekki neitt annað núna á næstun en að við séum bara að fara að sækja dálítið fram. Sko þið hafið enn ítök í hljóms venjum alþingi. Er hérna dagskrá alþingi, svo hvernig við hugsum alþingi miða svolítið við að bændahöfðingjar komi bara ríðandi úr sveitum landsins og svona. Já. Þannig að það er ekki eins og þið séu áhrifalausi og alls ekki í sögunni. Nei. Þannig að þetta er svona, sko, þetta er pínlítið mótsagnakent, finnst manni stundum. Já, það er sko, það sem að kannski mér þykir mjög vænt það og nefnir þetta með alþingi því að mér finnst þetta er hérna ef maður má sletta sko þá er þetta svolítið töff að alþingi meðast að argan hátt við störf alþingi sko fengi tíma á sauðburð og smalamennskur á hausti og heiskap þannig að þetta er nú svona svolítið sjarmi yfir þessu og við eigum að halda okkar ítökum þar gefum það ekkert eftir en sko við finnum það að sko pólitískt séð
þá held ég að landbúnaður standi mun sterkari núna heldur en mjög oft áður. Ekki síst vegna þess að í þessum pólitíska raunveruleika eða veruleika sem að eiga sér stað núna vítt og breytt heiminn, þá eru allar þjóðir sama hvar þær standi í pólitík að huga betur að sínu nærsamfélagi og sínum innviðum og ekki síst og jafnvel oft í aðalatriðum að sinni matvælaframleiðslu. Og þarna mun einfaldlega reyna bara dálítið á nýja ríkisstjórn sem að tók nú við völdum í lok síðasta árs og ég óska allsins besta og velfarnaðar í sínum störfum og vil taka það fram að þeir ráðherrar og þingmenn sem ég hitt úr þeirra röðum hafa bara gefa af sér góðan þokka og mér líst vel á samstarfið allt þetta fólk og ekki síst atvinnuvegaráðherra Hönnu Katrínu Friðriksson. Ég er bara spenntur fyrir samstarfinu með henni og til svona til kannski vitnisburðar það hvernig hugur þessara ríkisstjórnar að þá erum við að fara núna 7. til 9. apríl í sameiginlegri hringferð atvinnuvegaráðherra og formaður bændasamtakanna og stjórn bændasamtakanna eftir atvikum eftir því sem þau komast að eiga millilega laust samtal við bændur. Við ætlum að fara að halda bændafundi, hitta bændur, þannig að bæði ég og forysta bændasamtakanna, ráðherra málaflokksins sem á hverjum tíma í rauninni að vera öflugasti baráttumaður og talsmaður íslensk landbúnaðar, það sá ráðherra sem fer með málaflokkin. Þarna ætlar hún að gefa bændum tækifæri á því að eiga við sig þetta millilega lausa, hreinskipta samtal stöðu íslenskra bænda, mikilvæg íslensk landbúnaðar og framtíðar sín okkar bændum það hvernig við eflum og styrkjum stöðu okkar hér fyrir komandi kynslóðir, fyrir bara öryggi þjóðarinnar að hafa aðgang að nægum matvælum. Það er kannski okkar lykilhlutverk að framleiða nægt magna matvælum. Síðan það matvæla öryggið þar sem að við komum inn á heilnæmi vörunar og framleiðslu ferlarnir að þeir séu góðir og að neytendur geti treyst vörunni. Þarna eru íslenski bændur og fyrirtæki okkar bænda að standa sig mjög vel. Þetta finnst mér mjög áhugavert. Þannig að Hanna Katrín, það verður bara riðið hér og haldnir fundir víða land þessa daga. Já, þessa daga. Og þetta finnst mér þetta svona til vitnisburðar þessa nýju nálgun sem þessi ríkisstjórn boðaði. Og þetta samtal við þjóðina. Og fyrir okkur að geta verið með í því samtali núna með ráðherramálaflokksins svona í upphafskrefum nýrra búvörusamninga. Nú talar þú bara eins og upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar. Ég held að þeir bændur væru alveg brjálaðir, allir inngrónir í Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn og hefðu mjög neikvæða tilfinningu gagnvart þessari ríkisstjórn. Ég ætla að tala fyrir mig. Ég held að það sé tækifæri í þessari breytingu sem hefur orðið núna í pólitísku umhverfi. Fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn að endurskipuleggja sig, hugsa sína stöðu svolítið upp á nýtt. Á sama tíma þetta gríðarlega mikið tækifæri fyrir þessa stjórnarflokka sem eru núna í ríkisstjórn. Þau hafa allt að vinna, þessi ríkisstjórn. Þau eru kosin, þjóðin treystir þeim. Bændur ekkert í neinni stöðu til þess að fara að setja sig upp á móti ríkisstjórn sem þjóðin kaus. Þetta bara fólki sem að við þurfum og ætlum að vinna með og við ætlum að vanda okkur að gera það vel og okkur hlakar til og erum bara bjartsýn á það. Og talar eins og Njáll á Bergþórskóla. Allir við séum ekki frændur, ég hugsa það. En ég vék aðeins talinu í inngangnum að þessum breytingum sem við erum að verða vitni að í heiminum. Og mér finnst bara sjálfum í mínu nær umhverfi að það er meiri virðing gagnvart matvæla framleiðendum hér á landi sem eru þið bændur náttúrulega að nokkur leyti heldur en hefur verið, þannig að í því eru einhver tækifæri en það er líka svolítið svona þessi slagur á milli neytenda og ykkar að gæði íslenskrar landbúnaðar vöru finnst nú flestir tala mjög vel gæðin
En mönnum finnst þetta stundum svolítið svona lokað og dýrt og búvörulögin hafa náttúrulega breytingarnar á þeim hafa verið mjög umdeildar. Er einhver innri naflaskoðun hjá ykkur? Er eitthvað sem að þið getið gert til þess að koma betur á móts við neytendur, íslenska neytendur? Já, ég held að það sé ég ætla náttúrulega bara að byrja því að koma inn á það að íslenskir bændur, þeir eru algjörlega háðir því að eiga góðum samskiptum við íslenska neytendur og þar veit ég að í öllum okkar framleiðslu greinum leggja bændur mikið upp úr því að það sé vandað til framleiðslunar á frumstigi eða hjá frumframleiðendum. Það sé vandað til framleiðslunar á vinnslustiginu og framsetningu í verslun, þannig að samskipti bænda og neytenda séu sem allra best. Og við viljum bera virðingu fyrir því að neytendum þykir vænt okkur. Þannig að við megum aldrei missa sjónar á þessari nauðsyn þess að vera í góðum samskiptum við íslenska neytendur. Og þar bara til dæmis getum við tekið sem dæmi þróunarverkefni sem við höfum verið með síðustu árin í merki sem heitir Íslenskt staðfest. Þar sem að bændasamtökin eiga að öllu leyti og erum að vinna ásamt íslenskum framleiðendum að koma þeirri merkingu á fleiri vörur þannig að neytendur geti bara treyst í þegar þeir sjá þennan stimpil á vörunni þá hér íslenska vöru að ræða framleita við gæðakröfur íslenskra bænda og þeirra fyrirtækja. Þetta skiptir miklu máli fyrir samskiptin vegna þess að það er ekkert eins óheilbrigt eins og að kaupa vöru og þú ert að borga fyrir vöru og þú heldur hún sé eitthvað annað en það sem hún er. Þarna þurfum við að laga til og við getum gert betur þarna íslenski bændur og okkar fyrirtæki og eigum að gera það og ég finn ekkert annað en að það sé vilji okkar starfstéttar sem sagt bænda og okkar fyrirtæki að gera enn betur þarna. Nú varðandi verðlagning á vörunni þá þurfum við náttúrulega að horfa í ýmsa þætti og við höfum engan sérstakann metnað fyrir því að vera alltaf með dýrustu vörun á markaði. Alls ekki nema síður sé. Og þá þurfum við líka að horfa í þennan grunn sem að við erum ofta að ræða sem að neytendur gagnrýna líka oft eða kannski almenningur og stjórnmálamenn hafa leyft sér en mér finnst vera víðtækari skilningur á núna. Það eru búvörusamningar. Til hvers eru búvörusamningar? Þeir eru upphaflega settir á til þess að jafna kjör heimilanna. Það var að verða stéttskiptingi mikil í samfélaginu þar sem að það voru að verða hópar fólks í okkar samfélagi sem einfaldlega höfðu ekki efni á því að kaupa íslenskan mat. Þá var farið í þetta ríkið fór að niðurgreiða framleiðslukostnað bænda á vörunni til þess að það væri hægt að mæta neytendum að allir hefðu aðgang að vörunni á sem sanngjörnustu verði og við værum ekki að skipta þjóðin upp í hópa. Þessi tilgangur búvörusamninga hefur í grunninn ekkert breyst. Hann þarna ennþá til staðar. Og við sjáum það alveg og finnum að í sumum vörum sem við erum að framleiða hér innanlands erum við að nálgast þetta verðþol sem við getum boðið neytendum. Þess vegna var nú farið í til dæmis þessar breytingar á búvörulögum, meðal annars til þess að fara að lækka framleiðslukostnað á lambakjöti og nautakjöti. Vegna þess að framleiðslukostnaðurinn hann er mjög hár og bændur hafa lagt mikið á sig til þess að ná niður kostnaði við frumframleiðsluna. Svo það vinnslustigskostnaðurinn sem of mikill. Við erum að reka of mörg sláturhús fyrir of fáa sláturgripi. Og það beinlínis hagur okkar allra bæði neytenda og bænda. Við náum að draga úr kostnaði. Fólk hefur svolítið óttast að þetta muni bara fyrst og fremst bæta afkomu stórra fyrirtækja í þessum geira en ekki skila sér í lægra matarverði til neytenda. Já, þá getum við líka bara, og ég skil þessa umræðu, ég skil hana mjög vel og það ekkert annað að gera en að taka tillit til hennar.
Hins vegar það þannig, ef við skoðum bara, ef við skoðum eins til dæmis bara ef ég tek sem dæmi þó að ég gerir nú lítið að því að taka út fyrir svig ykkur einstaka búgreinar í mínum málflutningi, þá ætla ég samt að leyfa mér það nú að verðlagning til dæmis á sauðfjárafurðum síðastliðið haust. Það hækkað umtalsvert til bænda verðið. 17% var hækkunin á verðskrám afurðastöðva. Hvað gerðist út á markaðinn? Margir hafa haldið fram að lambakjötið hafi hækkað svo mikið út á markaðin það sé allt út af breytingum á búvörulögum. Hins vegar var það sem gerðist út á markaði að það var loksins orðið rými til þess að hækka til bænda en mun minni hækkun til neytenda heldur en hefði gerst árin áður, síðustu 3 ár þar á undan vegna væntinga hagræðingu sem átt að geta átt sér stað í vetur í sölu, vinnslu og dreifingu. Síðan þetta allt búið að vera á hold, ekkert búið að gerast eða geta gerst og við sjáum bara fram að það styttast í lögin dæmd ólög og það búið að það enn Hæstiréttur eftir að kveða upp sinn dóm. Það ekki búið að klára það, Hæstiréttur eftir að segja sína skoðun. Nú, það sem að skiptir kannski máli núna þegar að ný ríkisstjórn hefur boðað það að fella þessi lög og gildi. Það kemur mér ekkert óvart. Þau voru einfallega búin að gefa það út að þau myndu gera það. En ég átti hins vegar ekki vona því að þau myndu gera það án þess að leggja þá borðið það sem þau ætla að gera í staðinn. Það finnst mér svolítið fljótaskrift á því hjá þeim. Ég hefði kosið að þau myndu svona aðeins bara fara rólega í þetta. Það ekkert að gerast, það allir að bíða þetta dómi Hæstaréttar. Klárum hann, leggjum þá fram samhliða þessari breytingu ef að þetta mikill vilji ríkisvaldsins að breyta þessu það sem á að taka við í staðinn sem á að tryggja bændum og þeirra fyrirtækjum áframhaldandi möguleika til hagræðingar til að lækka framleiðslukostnað á vörunni þannig að við getum haldið áfram að bæta kjör bænda án þess að þurfa að sækja það allt í vasa neytenda því að við höfum engan sérstakan áhuga á því. En finnst þér ekki óheppilegt að talsmenn afurðastöðva sem að segja við þurfum hagræðingu og það mikilvægt að við náum fram þessum breytingum sem brutu í rauninni svolítið gegn neytenda vernd eins og neytendaréttur hefur verið þess vegna þurfti þessar undanþágur og frumvarpið náttúrulega endurskrifaði yfir nótt eins og við vitum sem ekki góð stjórnsýsla. Finnst þér ekki svolítið óþægilegt að þessi sömu fyrirtæki sem munu hagnast á þessum breytingum eru sjálf í ansi umsvifamiklum innflutningi á kjötförum og öðru þannig að það má segja að þau standi beggja megin við borðið. Já, það þetta hef ég margoft heyrt og ég veit alveg að þau þurfa stundum að flytja inn kjöt þegar það vantar kjöt á markaðinn. En af hverju vantar kjöt á markaðinn? Það vegna þess að bændur ráði ekki við að framleiða nóg af vöru hér af því að það ekki að nást upp í framleiðslukostnað. Heldur við að þessi innflutningur sé fyrst og fremst til þess að fylla upp í göt? Já, hann fyrst og fremst til þess. Þú ert viss um það? Já, ég nokkuð viss um það. Það hins vegar þannig að við sjáum tækifæri í því að auka framleiðslu. Við vitum að við höfum umtalsvert mikla meiri framleiðslu getu í landinu heldur við erum að nýta. Og það þangað sem við erum að reyna að fara. Og ég ætla ekki að úttala mig vinnubrögð Alþingis við þessa lagasetningu síðastliðið vor. Ég vil bara fólk gæti sín á því að láta ekki bændur sitja uppi með skaðan af einhverjum pólitískum átökum innan Alþingis. Að þetta fari að snúast upp í einhver pólitísk prinsip, það finnst mér ekki gott. Þess vegna hefði ég kosið bara þetta vilji þessari ríkisstjórnar, en klárið það þá. Ekki taka þetta bara úr sambandi og ætla svo að leggja fram það sem á að taka við einhver tíma seinna. Höldum áfram með vilja þessarar ríkisstjórnar að hún svolítið öðruvís en aðra ríkisstjórnir hvað það varðar að nú þessi þjóðaratkvæðagreiðsla á dagskrá og Evrópusambandið og það margt sem bendir til þess að ráðamenn þessara ríkisstjórnar muni flýta þessari atkvæðagreiðslu. Setjina fyrr á kjörtímabilið staðið sem yrði aftarlega þá
ég og þú getum ekki útilokað að það verði bara hreinlega blásið til þessarar atkvæðagreiðslu eftir nokkra mánuði. Þannig sýnist mér að hið pólitíska landslag sé að skipast. Og þá ég svolítið spenntur að heyra í ykkur bændum og þér sem talsmanni bænda. Sko við höfum svona, það svona sagt sumir haldaði fram að það séu ný rök fyrir því að ganga í ESB. Og þá talað um öryggis og varnarhagsmuni, það talað um ESB takið einhverju leyti við þessu öryggis hlutverki sem að okkur sýnist að sé engin friður hvað var að Bandaríkin og varnarsamningurinn allur mikil umræðum það hvort hann haldi í raun eins og þessi maður sem núna Bandaríkjaforseti keyrir sína stefnu. Já. Og ef ég man rétt, sko, ég er nú búin að vera nokkra áratugi í fréttum, en ef ég man rétt þá hefur bændaforistan og íslenski bændur hafa nánast talað einni röddu gegn aðild að ESB. En það eitthvað að breytast núna í ykkar röðum með þessum nýju rökum sem ég nefndi? Sko, ég held að við séum kannski ekki alveg komin á þann stað að geta úttalað okkur afstöðu bænda. Ég kannski get fullyrt að ef að bændur ætti að greiða atkvæði inngöngu í Evrópusambandi í dag, þá myndu þeir segja nei. Já. Hins vegar þá teljum við mjög mikilvægt í stjórn bændasamtakana að við undirbúum okkur vel undir þessu umræðu og vinnum þá grunnvinnu sem að okkur ber að gera til þess að bændur geti átt upplýsta umræðu sína milli tækifæri í inngöngu eða ógnanir við inngöngu í Evrópusambandið. Það held ég að sé kannski það mikilvægasta sem að við getum gert núna, lagt til málana núna næstu vikur og mánuði bændasamtökin að kryfja Evrópusambandið til þess að átt okkur á eitthvað þarna sem að ógnar okkur, eitthvað þarna sem að gefur okkur tækifæri, kannski jafnvel eitthvað þarna sem að getur skapað hjá okkur nýjar hugmyndir að því hvernig við byggjum upp okkar strúktúr hér heima án þess þó að við sem að tala að ganga í Evrópusambandið. Vegna þess að sko mín persónulega skoðun svo að það sé mikilvægt fyrir okkur sem þjóð að halda okkar málum sjálf og að við getum tekið okkar eigin ákvarðanir, en það bara mín skoðun. Við munum þurfa að taka þessa sko ákvörðun þegar því kemur með inngöngu eða ekki inngöngu í Evrópusambandið. Við munum þurfa að taka þá ákvörðun eftir mikið dýpra samtal sko hverja verða afleiðingarnar. Heldur að verða einhver umræðan þetta á búnaðarþinginu næstu 2 daga? Ég á ekki sérstaklega von á því, nei. En enga síður þá hef ég verið að ferðast núna þó svolítið landið og hitta bændur og það nú eitt af því ánægjulegast í mínum störfum sem fórum að bændasamtakana, það að fara heim í hérað og hitta bændur og eiga millilegilegt samtal við þá. Að ég hef alveg verið að velta upp þessum spurningum og hvetja bændur til þess að skoða þetta og við getum ekki, og ég bentum á líka, við getum ekki undir neinu kringumstæðum farið fram og sagt bara nei eða sagt bara já. Við þurfum að geta sagt nei og hvers vegna eða já. Og það ansi mörg okkar sem að sko tengja við það að við erum einhvern veginn á hreyfingu með viðþorf okkar núna bara frá degi til dags. Já, það bara þannig og það það bara einhvern veginn svo. Það svo margt að breytast í heiminum á stuttum tíma og það gerist hratt og þá hugsa maður sko eins og til dæmis það nú margir haft í flimtingum að vera með plan. Það gott að vera með plan og það getur verið mikilvægt, en það sem mikilvægast af öllu það að fólk og ríkisstjórnir og samfélag hafi og búi yfir aðlögunarhæfni. Og aðlögunarhæfni snýst það að þegar að planið bregst þá getur brugðist við og það kannski ekki síður mikilvægt heldur en planið sjálft. Það hvernig bregstu við ef að planið klikkar og þá segi ég það að það eru að flest allar þjóðir heims núna að horfa inn á við. Það að gæta sínum innviðum, öryggismálum,
fæðuöryggi þjóða mjög ofarlega á dagskrá allstaðar. Það eru allir að halda að sér höndum. Það er orðið erfiðara hefur maður heyrt hjá mörgum að flytja matvæli milli landa. Þetta á einfaldlega að kenna okkur það að við skulum byrja heimavinnun okkar. Gerum hana vel. Áttum okkur á því hvar við stöndum veik fyrir, hver eru okkar styrkleikar sem þjóðar og byggjum á því. Af því þú nefndir tækifæri og ógnir áðan, gætu við örstutt bara á 1 mínútu rætt einhver möguleg tækifæri fyrir annars vegar ykkur bændur og hins vegar okkur neytendur með aðild að ESB og einhverjar ógnir? Sko, eins og ég sagði áðan, ég held að það sé of snemmt að úttala sig þetta. Hins vegar það þannig að í landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins og að þar verið að hún í endurskoðun núna og það að taka ný stefna við núna 2028. Ég held hún sé til 32 eitthvað svoleiðis. Á hvað þeir að leggja áherslu? Þeir að leggja áherslu á mörguleiti og sömu hluti og við. Þeir að sjá það að þeir sem stunda landbúnað í Evrópu, þeir að meðaltali í 40% undir tekjum annarra stétta samfélagsins. Þetta óviðunandi. Þetta bara svipaðu hér og óviðunandi. Við erum allt og langt undir í tekjum og launaviðmiðum annarra stétta samfélagsins. En nokkuð mismunandi samt það ekki milli búgreina eða hvað? Ég held að það sé... Jú, það mismunandi en það því miður þannig það engin ein búgrein sem raunverulega blómstra, skilurðu mig. Og við þurfum að komast þangað. Við þurfum að komast þangað á þann stað að íslenskur landbúnaður blómstri. Af því hann getur það ef við viljum það. Við höfum þetta jarðnæði, við erum með jarðvarman, við erum með raforkuna sem náttúrulega bara auðlind þjóðar sem þjóðin á að fá að njóta. Við erum með velmennta fólk, við erum með hrein búfjárkyn, við erum með vatnið. Þetta alveg gríðarlegt forskot á margar aðrar þjóðir. Sumstaðar orðið vatnsþurrð, land orðið ofnýtt. Þetta vandamál annars staðar sem að við búum ekki við hér. Það bara tækifæri. Tækifærið okkar í þessu, það að nýta auðlindirnar betur í þágu þjóðar og til matarframleiðslu. Já, en þessi klassíska frétt sem alltaf dúkkar upp reglulega, mismunur á verði kjúklingabringu eða eitthvað 4 sinnum dýrari hér heldur en einhver öðru landi nálægt okkur. Hvað með það? Ertu ekki sannfærður það að við myndum sjá að jafnaði stórum lægra matvælaverð hér með eingöngu í ESB? Ég bara ekki alveg sannfærður það vegna þess að það yfir 80% af allir matur sem flutt inn til landsins í dag sem ber enga tolla. Og af hverju þessi matur svona mikið dýrari heldur en annars staðar? Aðflutningurinn bara dýr. Það dýrt að flytja vöru til landsins. Og ég bara ekki búin að sjá þau rök eða kaupa þau rök en þá að þetta muni gjörbreyta öllu. Nei. Og ættum við kannski í einhverju tilvikum að setja spurningamerki við verslunarrisana hér á landi en ykkur bændur þegar talið best að þessum málaflokki? Ég ætla bara að fá að segja, ég held að verslunin sé mikill vinur bænda. Ég sannfærður það. Af því að við erum ekkert að sjá það í verslunum að það sé eitthvað óeðlileg afkoma af sölu og íslenskri vöru. Við höfum ekki séð það. Hins vegar það svona kannski svolítið sérstakt stundum. Það ef þú tölum bara íslenskar kartöflur. Af hverju innfluttar kartöflur að dælast inn í landið á sama tíma og það nægt framboð af íslenskri kartöflu og innfluttar kartöflan fær oft á tíðum
svipað eða sama pláss út í verslun. Ég skal segja þér að vegna þess að ég verð að lesa fréttir þetta. Íslensku kartöflurnar eru bara skemmdar upp til lópa. Já, það er núna, þennan veturinn það þannig, já. Það náttúrulega bara út af erfiðu tíðarfari síðastliðið sumars, sem að við erum nú að bíðum enn í vona ótta með að ríkið klári að mæta því tjóni á bændum þannig að þeir geti bara hreinlega sett niður kartöflur næsta sumar. En þetta er frávika tímabil. Já, þetta er svona frávika tímabil sem að við skulum ekki blanda inn í umræðinu eða ætla að verði alltaf. Af því að ég tek þetta bara svona sem lítið dæmi. Við sjáum þetta ofta hér það svolítið erfitt fyrir framleiðendur eða okkar fyrirtæki sem eru milliliðirnir okkar framlenging okkar bænda út til verslunarinnar að það væri rosalega gaman að sjá þá þróun að verslunin taki meiri ábyrgð á þeirri vöru sem hún tekur inn til sín að hún seljist. Það er alltaf það er auðveldari fyrir verslunin að skila tilbaka til íslenskra framleiðenda heldur en þess sem að heildsalar eru búin að flytja inn til landsins. Það er enginn sem tekur við því aftur. Það bara þarf að seljast. En heilt yfir þá höfum við mikla burði til þess að auka hlutdeild okkar framleiðslu á markaði. Hlutdeild okkar íslenskrar nautakjötsframleiðenda, hún hefur farið mjög versnandi síðustu árin og mér finnst það vont og mér finnst það óþarfi á sama tíma og íslenski framleiðendur eru búin að taka verulega stórstígs framfaraskref með innflutningi á nýju erfðaefni til að framleiða hágeða nautakjött. Það eru svona 10 ár síðan að það var byrjað í því ferli og fyrstu gripir eru svona farnir að mæta til sláturinnar og við sjáum að það er allt annað bragur á því og þeir eru ánægðir með það sem er að gerast hjá þeim. En á sama tíma hefur hlutdeild á markaði minnka sem það er sárt fyrir bændur að horfa á það þegar þeir fara í svona vegferð, þeir eru að bæta sig og þeir eru að bjóða upp á betri vöru og þeir eru að nálgast neytendan og á þennan hátt að þá aukist innflutningur heildsala á sama tíma á ódýrara nautakjöti sem er kannski ekki endilega ódýrara þegar það farið að skoða það. Það er sláandi að heyra þið nefna að hagur bænda sig að jafnaði 40% verri heldur en annara stétta því ég þekki þannig sjálfur að menn setja rosalega vinnu í þetta og bindingin er náttúrulega algjör. Það er eiginlega bara á síðustu árum sem að fólk í hópi bænda leyfir sér að fara í einhverjar utanlandsferðir árhundruðum saman hefur þetta verið þannig að þú ert bara vakinn og sofinn yfir þínu búi alla 365 daga ársins en hafið ekki aðeins náða rétt úr kútnum líka bara með ferðamannasprengjunni hefur það ekki bætt hlutskipti? Jó, við skulum taka þessi 40% sem ég nefndi áðan það var viðurkennt í Evrópusambandinu það er mæld eining þar við höfum ekki mælt þessi einingu hér en við vitum að við erum langt að undir. Já, þú orðar ekki einhvern veginn þannig að það var ekki ólíklegt. Já, það er ekki ólíklegt að það sé þannig. Það sem að skiptir máli í þessari umræðu er að bændur eru gríðarlega útsjónarsamir. Þeir eru duglegir og þeir standa sig vel. Og þeir eru fjölmargir þeirra sem að hafa gripið þessi tækifæri sem ferðamanna-iðnaðurinn hefur fært þeim. Og það hefur gefist vel. Margir hafa bara náð að bjarga sér fyrir horn og geta byggt sína jörð og haldið áfram sinni búsetu. Með störfum tengdum ferðaþjónustu. En nú dettur mér líka í hug bara því að við hljótum að framleiða miklu meira matvælum ofan í alla þessa gesti sem eru 2 milljónir þegar mest er eða eitthvað sluð. Já. Hefur það ekki líka skapað svona, hvað maður að segja, hagræðingar möguleika eða er ekki meiri líkur á hagnaði þegar þú ert með stærra bú, meiri framleiðslu heldur en lítið? Það er staðan er svo á sama tíma og Íslendingum hefur fjölgað og ferðamönnum hefur fjölgað, stórfjölgað, að þá hefur verið samdráttur í framleiðslu á eiginlega öllum íslenskum matvælum. Já, þetta er bara flæðið kemur utan. Flæðið kemur utan. Þess vegna segi ég enn og aftur, samkeppnin sem við erum að glíma við kemur erlendis frá. Það er mjög áhugavert. Samdráttur hreinlega. Það er alveg hægt að segja þessi samdráttur vegna þess að stöðnun eða framleiðslu magni sé alltaf það sama á sama tíma og þeim fjölgar sem er að neyta matvæluna, þá er ekkert annað en samdráttur í rauninni. Og þetta er það sem við höfum verið að tala um að þessi tækifæri sem hafa verið að fylgja fjölgun þjóðarinnar
fjölgun ferðamanna, stór aukning í ferðamanna iðnaðinum. Við höfum ekki náð að grípa framleiðslutækifærin sem fylgja því að framleiða matinn onni í þetta fólk. Og það er það sem við viljum gera. Við viljum auka okkar hlutdeild. Við viljum fá að taka þátt í þessar aukningu. Við erum samt ekki að flytja inn mjólk, þannig að alltaf kúabændur hljóta að hafa einhverju leyti haft tækifæri til þess að... Já, það auðvitað hefur það verið þannig að það hefur náttúrulega aukist mikið framleiðsla á mjólk, en sko það er mjög misjafnt eftir því hverjir að ferðast inn til landsins, hvort að það hefur mikil áhrif á mjólkurneyslu, af því að þjóðir heims eru svo mismiklar mjólkurþjóðir. Það er ekkert allar þjóðir sem eru voðalega hrifnar af mjólkurvörum eða neyta mikilla mjólkurvara. Þannig að það er kannski, það er misjafnt milli ára hvernig ferðamanniðnaðurinn tekur til mjólkuriðnaðarins í rauninni eða hefur áhrif á það. En fyrir 20 og eitthvað árum voru við að framleiða rúmlega 100 miljónir lítra, erum konur í 150 miljónir lítra núna rúmlega það. Já, 50% aukning. Þannig að það hefur, kúabændur hafa gert það á sama tíma og þeim hefur stór fækkað því miður, þeim hefur fækkað mikið, en búin hafa stækkað og þeir eru að standa sig vel. En af því að þú nefndir þetta með tækifærin í því að stækka búin og hagkvæmar einingar, þá er þetta svona gott dæmi togstreitu þjóðarinnar það hvernig landbúnað þjóðin vill hafa. Já. Ég veit á hvaða leið þú ert núna. Já, það er ekki annars vegar hægt að vera með að gera þá kröfu á íslenska bændur þeir séu litlir og krútlegir kallar út á hól. Nei. Og svo í hindaginn að þeir séu að framleiða matvæli í kraft í stærðarhagkvæmni. Stóriðjur, bara fáar stóriðjur leysi af þetta einmitt fallega krútlega landslag og þessa mynd sem við höfum í dag. Þetta er togstreita. Þannig þurfum við í rauninu bara sem þjóð svolítið að fara að ákveða hvernig landbúna viljum við. Hafið þið kannað viðhorf landsmanna því að mann grunar að við stöndum svolítið með svona litla einyrkjanum þarna Já, það var bara könnun gerði í haust á vegum bændasamtakanna og samtakafyrirtæki landbúnaði og þar sýndi sér bara það er 80% þjóðarinnar sem að stendur með íslensku bændum og það kemur okkur ekkert á óvart. Við erum búin að finna þetta lengi, við vitum þetta, við þurfum bara að fara að trúa þessu og vinna eftir þessu og standa undir þessu, ekki síst. Já. Og þú sagði fyrir þáttinn að það væri svolítið þitt hlutverk og ykkar í bændasamtökunum að bara það yrði almenningur myndi draga línu á milli almanna hagsmuna og þess sem að þið hafið fram að færa og leggja áherslu á. Þetta er einmitt gott að nefna þetta. Það er þetta með að gera aðgreina sérhagsmuni frá almannahagsmunum og í þeim efnum þá held ég að við séum til dæmis bara í góðu tækifæri með viðreisn í ríkisstjórn sem hefur beinlínis skert sig út á það að skilgreina þetta milli, að vinna að almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum. En talar Njáll Bergþórsson? Já, þannig að við sjáum ekki fyrir okkur neitt annað en það að okkar samstarf verði gott í þeim efnum að koma okkur þangað sem við erum að vera. Okkur hefur verið ýtt í umræðinu yfir í að vera einhvern sérhagsmunaöfl á sama tíma og við vitum, og það vita það langt flestir, að landbúnaður er ekkert annað en almanna hagsmuni þjóðarinnar. Það er eiginlega ekki hægt að taka þátt í umræðinu það að landbúnaður og talsmenn landbúnaður séu sérhagsmuna þetta er eitthvað sem þjóðin allir kemur við og við þurfum að gæta okkar á því að stilla okkur ekki upp sem einhverju eilandi til hliðar við þjóðin okkar og við ætlum ekki að vera þar. Ert þú sjálfur á bændafólki kominn? Já, alveg frá Njáli. Já, frá Njáli. Þannig að þú ert inngróin í þessa menningu að börn fara að snemma að vinna og það er bara unnið alltaf þegar þarf að vinna, þú ert bara að bjarga verðmætum. En nú eru bara komnir alltaf tímar og börn okkar sem ólust upp við ákveðin gildi og viðmið þau bara horfa á klukkuna og það er talað um þennan menningarmun innan vinnustaða líka bara allstaðar í kerfinu okkar að við erum ekki lengur tilbúin. Ungt fólk er ekki tilbúið til að vinna nema helst bara einhver 8 klukktíma á dag og ekkert við því að segja. Hefur þetta
staðið í vegi fyrir því að það sé auðvelt fyrir bændur að finna afkomendur sem að taka við búunum? Sko, það í grunninn bara eitt sem stendur í vegi fyrir því að ungt fólk taki við búum. Það afkoman. Frekar en vinnutíminn. Ég hef engar áhyggjur af því sko að við vitum það aðsókn í Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Við erum með fullt af ungu, frábærlega vel menntuð og hæfu fólki sem langar í landbúnað. Þröskuldurinn afkoman. Og ef okkur ber gæfa til þess að horfast í augu við þann vanda íslensku samfélagi, vanda bændastéttarinnar sem afkomuvandinn, þá hef ég engar áhyggjur af því að við sýnum ekki þá aðlögunarhæfni að ungt fólk fari í landbúnað, horfi á landbúnað sem raunverulegt tækifæri til atvinnu sköpunar fyrir sig og sína afkomendur. Við þurfum líka að vera tilbúin að horfast í augu við það að það ekkert sjálfsagt að fólk vinni 12 til 16 tíma á sólarhring hvort sem þeir eru bændur eða vinna við eitthvað annað. Þetta ekki eitthvað sem við eigum að tala niður eða gera lítið úr eins og margir hafa leyft sér. Þetta bara samfélagsbreyting, þetta breyting á hugarfari, fólk gerir meiri væntingar til lífsgæða, fólk ekki tilbúið að ofurselja sig hlutunum. Miklu meiri tími sem fer í uppeldi og vanda sig í uppeldinu. Já, og það bara gott, bara frábært. Við þurfum að komast á þennan stað að ungt fólk sjáu einmitt að það geti lifað sambærilegu lífi við landbúnað eins og aðra atvinnu ef það kýs það. Einmitt. Heyrðu, þetta fer nú kannski nálægt loka orðum okkar Trausti. Það búið að vera gaman að fá þig hér í svona almennu umræðu þessi mál. Við höfum komið víða við en tilefnið sem sagt eins og ég nefndi áðan að það búnaðarþing sem hefst í fyrramálið. Þið verðið þarna með mikla dagskrá og ætlið að veita verðlaun fyrir frumkvöðlastarf og mikil hátíð framundan og ég tek eftir því í dagskráni að ykkur dugar ekki einn ráðherra heldur 2. Já, það engin minnimáttakennd í okkur sko. Hvernig stendur á því að þú ert með Loga Einars? Það vegna þess að núna í mars eru 30 ár síðan að bændasamtökin eignuðust Bændablaðið. Já. Og við ætlum að halda svolítið upp á það myndarlega við setningu búnaðarþings að það eru 30 ár liðin frá því við eignuðust Bændablaðið og þá bara viðeigandi að fagráðherra málaflokksins fái að segja nokkur orð. Þetta nú ansi góður fjölmiðill og mest lesna blaðið á Íslandi. Þetta alveg frábær fjölmiðill og ég held að ég veit að við erum öfunduð af bændum vítt og breitt heiminn að því eiga þennan fjölmiðill. Já. Ég var með ritstýruna ykkar fráfarandi Guðrúnu Huld daginn. Frábær, alveg. Frábær, tilnefnd til blaðamannaverðlauna og henni fannst nú ekki leiðilegt að segja frá því að í fyrsta skipti í sögunni var Bændablaðið hér á Reykjavíkursvæðinu og meira lesið heldur en Morgunblaðið. Já, sem að þetta svo mikill mælikvarði á það að stöðu okkar bænda og bændasamfélagsins í íslensku samfélagi. Það áhugi fólks á Bændablaðinu. Og þarna þurfa bændur að vera duglegir að koma sínum skoðunum á framfæri. Við erum með mannlega viðtöl, þetta svo fallegur og góður fjölmiðill og hann sýnir svo góða mynd af íslensku samfélagi og við þurfum að varðveita hann vel. Bara eins og samstöðin vettvangur almennings. Akkurat. En kæra þakkir. Bara kæra þakkir fyrir mig. Og gangi ykkur vel Trausti. Það hvað 11 í fyrramálið sem þetta hefst. En ekki fara langt á horfendur og hlustendur góðir, við höldum hér áfram með rauðaborðið langt fram á kvöld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl, rauðaborðið heldur áfram og nú komið að þættir sem við kallum reynslubolta. Ég með 3 gesti, Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur hjá Mjólkursamsölunni,
Magnús Einarsson bara tónlistarmaður. Jú. Er það ekki? Jú. Já, og varst náttúrulega lengi í útvarpi. Jú, og ennþá viðlóðandi í útvarpi, en... Já. Svona... Já. Þannig að þau sem hlusta okkur bara í útvarpin sjá okkur ekki, þeir þekkja kannski röddina. Kannski, já. Já, þú hérna kannski komaði betur eftir en Þokkabótið með svona endurkomu. Já, þetta er hljómsveit sem var starfandi fyrir 50 árum. Já. Og gaf út nokkrar plötur, ég var á fyrstu 2. Já. Og það verður tónleikar í salnum núna fyrsta, löngu uppselt og verða sjálfsagt einhver auka tónleikar þegar framleiða stundir. Já, við sitjum við því. Já. Og Sigrún Jónsdóttir, sjúkraliði. Fyrrverandi, já. Ég hætti aldrei að vera blaðamaður, ég vil ekki vera fyrrverandi. Nei. Já. Ég vil fyrrverandi svo margt. Já, svo það annar mál, sko. Svo það annar mál. En þegar við erum að, hérna, sko, þeir töluðu saman í sími í gær, hérna, Trump og Putin, og bara leið eiginlega og við skellt á að þá byrjuði bara heljarinnar árásir á Úkraínu. Já. Voru við ekki að vona það að það kæmi eitthvað hlið fyrir þetta blessa fólk? Jú, að sjálfsögðu, ég menna öll stríð eru vond. Já. Og þetta er alltaf spurning ökonómíu. Já. Öll stríð eru ökonómísk stríð. Já. Og það er greinilega verið að reyna að skipta á milli, skipta upp, ég meina þeir að reyna Trump vil fá hluta af því sem að er þarna í boði. Já, jáfnvel sko hérna beru ofan á tertinu, hann vil fá það besta. Já, og svo náttúrulega er þessi maður, þessi Putin hann er ekki bara ólíkindatól, hann er hvað við segja, valdasjúkur, hann er ófyrirleitin, ég meina, hann er andstæðingar að segja, ef þú hallmælir honum, þá áttu það til að detta út og glugga á 10. hæð. Hann er þannig, þannig manneska, sko, þannig óþverri. Þannig að það er nú ekki mikla friðar líkur hérna, því miður. Nei, ég segi það líka, þetta horfir ekki vel hvað friði snertir á þessu svæði og svona furðulegar kröfur sem að aðilar koma sífellu fram með og stærsta hindrunin svona í augnablikinu verið nú til dæmis vera ef að Putin er ekki til viðræðum frið nema að Úkraínumenn drægi úr sínum herstyrk og hætti að þykja erlenda stuðning. Nú, hvað þýðir það í raun og veru? Þannig að það virðist ekki vera neinn raunverulegur vilji þarna og síðan eins og Magnús segir þarna verið að skipta náttúrulega því sem er verðmætt og það er mikið kapplöp allstar í heiminum dag aðgengi að sjaldgæfum málmun til dæmis og þarna er að finna í nýjustu örgjörfa sem að hagkerfi heimsins munu byggja á næstu árum og kapplöp, hefnagslegt kapplöp mun ganga út á að vera með hraðvirkustu örgjörfuna. Þannig að það er margt undir þarna en því miður þá horfir ekki vel. Nei, þetta er svona meiðandi fréttir. Við erum komið nóg að þessu. Þú talar að við vorum kannski höfum allir verið með vonum að eitthvað færi að breytast til hins betra. Ég vonaði það sjálfsögðu en ég átti ekkert vonaði. Nei. Með hvorugan þeirra, mér finnst bæði Trump og Putin bara hálfklikkaðir. En við getum við erum með greiningar og allt fólk sko. Mér finnst það klikkaðir. Já, þú degt einu það. Ég held að þetta er svo mikil vonbrigði líka. Við hefum ekki verið með stríð svona nálátt okkur sko. Bara ekkert okkar mann eftir því sko. Mér finnst nú kannski vonbrigðin ekki síðri sko varandi Trump sem hefur nú vilja vera á svona maður friðar og geta hérna kannski sem við segja að hún er gangið það til að fá Nóbelsverðlaunin í friðarverðlaunin sko. Það sé svona einhvert agenda hjá honum. En hvernig mál hafa þróast í Ísrael og Gaza eru kannski ennþá meiri vonbrigði þegar Trump á í hlut. Maður hélt kannski að hann myndi halda betur á þar. Og ósmekklega heitin í honum með Gaza sko. Bara að ryðja rústónum hann í burtu og búa til bara sælu reit bara hérna í blóðbollinu miðjum sko. Óskiljanlegt. Já, allt hans tal náttúrulega í varðandi útþenslu Bandaríkjanna og taka innlima Kanada, Grænland og hvað einna sko. Endurskýra, Mexikóflói hefur heitið það í 550 ár. Nú á að breyta það er eitthvað svona imperialísk svona bílun sem er þarna komin í gang. Bara Ameríkuflói. Það er komið á eitthvað landakort sko.
Já, það nú fleiri dæmi svona, Dumbshafi, heitir það ekki Noregshafi í dag til dæmis? Það ekki rétt með það hjá mér? Þannig að það eru svona fleiri sem hafa farið undan með þessu fordæmi allavega, en ég ekki að réttlæta þetta, miskilja mig þannig. Nei, þetta eitthvað svona, ég veit ekki, svona hégum í þessu virkar á okkur líka. Já, nákvæmlega. Það ekki? Já, þetta eru ekki góði gæjar, en hérna, þetta þýðir það að við erum að breyta til dæmis heiti á utanríkisráðuneytinu yfir utanríkis- og varnarmálaráðuneyti og við erum að grípa til varna með einhverjum hætti sem líka alveg nýtt hérna. Við höfum verið bara vopnlaus þjóð, nú tökum við þátt í Úkraínu, vopnakaupum. Erum við komin á langt? Aldrei, finnst við það? Já, mér finnst það. Mér finnst við ættum að stöðla því að frekar að kaupa, sjúkragögn, heldur en vopn. Hlúa þeim sem eru særðir, frekar heldur en að reyna sjá til þess að fleiri verður drepnir á særðir. Þannig að ég finnst ég man ekki hvað hann hét, danski þingmaðurinn sem sagði við skulum leggjum bara niður herinn, setjum bara sjálfsvari í síman, við gefumst upp. Já. Því að ef rússar allir stríð gegn Danmörku, eða bandaríkjamenn, eða hverjir, þeir myndu kannski að ráða við her frá Íslandi. Já. Nei, en það alveg agalegt fyrir þess færri fámennari þjóðir alltaf að segja að þurfa að koma sér upp vörn gegn hverjum sem við getum það náttúrulega aldrei. Nei, núna er það vopnaframleiðendur sem hlæja alla leiðin í bankan og brosa breytt. Já. Og hefur alltaf verið þegar stríðir annars vegar. Núna er verið að dæla 100 milljarða evra í vopnakaup. Já. En þetta hlutir sem að ungt fólk á Íslandi sérstaklega, og auðvitað við sem eldri erum líka, við höfum náttúrulega aldrei haft þetta í okkar DNA að vera tengt hernaði eða eiga ættingja sem eru hermenn eða neitt slíkt, en þetta allt mjög fjarlægt okkur. Og ég heyri það allavega ungu fólki í kringum mig að það skilur ekki hvað þetta á að fyrirstilla eða leiða til, Ef ykkur Íslendingur hefur farið eitthvað áfram í ykkurum erlendum eitthvað fengið að vera aðmurátlega eitthvað það heitir, að þá bara verið viðtöl við viðkomandi blöðum bara og fjölmiðlum fyrir það eitt að hafa verið í her. Þetta svo langt frá okkur. Þetta svo mjög langt frá okkur. Þetta undantekningin. Já. En þetta hérna. Og þetta náttúrulega vandamál bara eins og á Norðurlöndunum þar sem þetta nú miklu nær fólki að þar samt ekki áhugi hjá ungu fólki að gerast hermenn eða neitt slíkt Þannig hverjir eiga verið í þessum stígvélum sem á að setja hermennin í, það óljóst Já, ég á nú hérna svona í Svíþjóð sem 18 ára, rétt að vera 18 ára, hann spýður herskilda. Já. Að gæti komið sér hjá hann, ég held að hann alltaf ekki að gera það, hann bara að gera eins og hinnir, farið. En þeir eru svo sem ekki inn í stríði núna, en þetta ekki svo sem æviráðning, þetta bara, herskildan bara stutt, bara innan við ár, held ég. Já, það sem gerist í framhaldinu það að þú verður í einhverju varaliði. Já. Og þarna. Já, og ég hitt eins og mjög fullan Dana sem var svo stoltur af því að hann var svona vara. Heimavarnarkall. Já, gerði mikið úr því En það einhvern veginn þannig, þá þeir búin að munstra á inn. Já, fá þjálfun. Já. Og þá er til kalls ef Já. Ég að ringi auðvitað minn. Ég þekkti aðeins til í Bretlandi á sínum tíma. Já. Og þar var ungt fólk sem gekk í herinn til þess að komast í frítt nám. Þú gast lært þar alls konar iðn, hjúkrun og fleira og þurftir ekki að borga fyrir það eða búa, þú fékkst allt frítt af því þú varst að gera þetta í hernum. Og ég hugsaði svo sem ekkert það, en við erum þjóðfriðar og eigum ekki að vera að borga fyrir vopn, við hljótum að geta látið peningin fara í eitthvað annað sem kemur fólki vel. Já, við myndum vilja það. En þegar að tala þetta, vitið þið hvað hlutverk Elisabeth Englandsdrottning hafði þegar hún var í hernum?
Hún var bílstjóri. Bílaviðgerðarmaður. Já, bæði reyndar. Já. Og ég sé myndir af henni þar sem hún svona hálfvoni í húttinu, hálfvoni í vél og einhverjum bíl að gera við. Á Landróður, hún er alltaf með Landróður. Já, hún var herrtrukkur eitthvað sem hún var að gera við. Það var fræg sagan af henni þegar að kóngurinn á Sádi-Arabíu kom í heimsókn. Já. Og hún sagði, ég ætla að fara með því, keira með veiðilendur grúnunar. Þetta var upp í Skotlandi. Já, og kóngurinn fer og sest hún undir stýri og keirir eins og skrattin sé á hælunum þeim. Og það, upplýtt okkur kónginu var alveg skelfilegt þess að þar í landi fengur konur ekki bílpróf. Alls ekki, Hún gerði þetta bara til að stríða. Gefið óþarlega mikið í bara til að... Já. En svo var það líka þegar Trump heimsótt hana, munið þetta í því, þegar hann fór fram fyrir hana. Þetta lýsir manninu mjög vel. Hann ekki búin að kynna sér protokólin heldur. Ætli hann hafi nokkuð haft áhuga á að tilka sér einsinni? Nei. Mörgum finnst þetta allt í lagi, en ég held að Bretum hafi finnst þetta alveg skelfilegt. Já, ég alveg vissið það. Þetta er óþarfi. Algjör óþarfi. Já, svona asnaskapur, Herðu, en hérna, ef við förum nú bara í eitthvað svona skemmtumál hérna heima, nú lækkaði Seðlabanki stýrivexti. Já. Hvað er konið niður í? 7,75. 75, eitthvað. Já, ekki. Ég kann ekki töluna, nei. Þetta var ekki mikil lækkun. Nei, þetta var svona allt í samræmi við væntingar og við vonum náttúrulega bara að þetta haldi svona áfram. Já, það sé eiginlega stefna svo að vera 4% stigum yfir verðbólgunni. Já. Það sé alltaf 4% raunvextir. Eins og það er náttúrulega markmiðið að komast lægra með það. Markmiðið að komast lægra, ekki 2,5% sem markmiðið? Jó, sem verðbólgumarkmiðið, Jú, það er nú... Við erum nú farið duglega yfir það oft á tíðum. Já. Og ný ríkisstjórn er svo til. Já, hún er nú ekki búin að sitja svo sem lengi með þing yfir sér. Nei, það er... Mér verðist einhvern veginn ganga hraðar undan ráðverðunum núna heldur en þau eru oft áður. Fylgst með þessi mörg ár. Mér finnst þetta... Já, Viðskiptablaðið allavega dróga ekki af sér að bera saman umhverfis og loftslagsráðherra fyrir ríkisstjórnar og þennan sem að nú hefur tekið við. Já. Hann er alltaf búin að minnstu að sömuleyti hrista upp í hlutunum hann Jóhann Páll. Já, en svo segja nú fyrrverandi stjórnarsinnar, þeir sem stuttu síðustu ríkisstjórn, þeir segja að þeir séu svolítið að vinna úr máli sem voru tilbúin í ráðuneytinu. Þegar að Sigurður Ingi og fleiri stóðu upp og það að ný kom og opnaði skúfurnar, þá voru það bara bönns af góðum frumvörpum. Eitthvað er örugglega þannig og það er sjálfsagt bara eðlilegt. Já. Ég er ekki að þakka fyrir það að vera að taka málin þeirra. Jó, ég sé alveg verið að gera grína, þeir segna sér eitthvað sem aðri gerðu. Já, ef það er þannig, en ég held einmitt að svona samfella og það sé ekki bara allt upp úr skúfunum og nýtt niður í þar þó nýjir tæki við. Ég held að samfélagi þurfa ekki á því endilega að halda, Nei. Það er svona, ég held að svona freka falli til að vekja óöryggi bara meðal okkar. Já, nei, svo er þetta kannski líka eitthvað mál sem bara er sjálfsagt bara. Akkurat. En hérna, lásið þið bréf Guðn Ágústssonar til Sigurðar Inga? Já, nei. Last hana? Já. Ég heyrði bara af því. Hann skóð ekkert þetta aðeins kallinn? Nei, hann er ekkert vanur því heldur. Nei. Það hefur komið óvart að hann hafi verið eitthvað hátilegur og kurteis. Já, nei, þarna var bara ákall bara að virða flokkinn og flokksmenn. Já, það er greinilega einhverja væringar innan Framsóknarflokksins eins og í fleiri flokkum nú til dags. En þó það nú væri innan Framsóknar, sitja eftir með 5 þingmenn, voru með 18 áður. Já. Það er ekki rétt með hana, töpuð 13 þingmenn. Þeir kunna alveg að fara í svona erjur, Framsóknarmenn. Þeir kunna alveg að fara í svona erjur. Nei. Og lenda í því. Já, þeir eru alveg í skrapa botni núna. Þetta er ekki flokkurinn, er umlega 100 ára gamall og hefur aldrei fengið svona slemma kosningu. Nei, og þróunin hefur heldur ekkert verið neitt vel jákvæð fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Nei. Og hann var í fréttum upp á dag í rúma viku og þeir bættu
1% við sig í könnunum. Já, rétt skriði við 20, eða ekki? Já. Það er nú ekki svona, við bendur ekki til þess að hann sé mikil til sókn. Nei, svo er annað í því. Við sem höfum kannski verið svona, að þegar sjálfstæðisflokkurinn var ríkisstjórn, við sem vorum að kritísera eitt annað og finna og fenguðu kannski bátt fyrir eitthvað staðar, að núna eru bara þingmenninir sem eru núna, þeir eru raunverulega að, hvers skipti sem þeir skrifa eða tala, þá eru þeir raunverulega setja út á stjórnartíð Bjarna Benediktssonar. Já. Já, þeir finna svo margt, að það þarf ekki breyta svo miklu, að ég tekið þannig að þetta er bara, sem sagt, mjög hörð kritík á Bjarna. Já. Ég tek nú undir þetta, með svona margt sem hefur verið sagt síðan að þetta nýja þing var kosið sem kemur úr þeim herbúðum, svolítið af þessum toga. En með Framsóknarflokkinn, þó ég sé nú ekki neitt sérfræðingur í honum, þá held ég að sé nú bara réttmætt að menn séu nú að horfa svolítið í eigin barm þar og ekki vanþörf á eftir svona útkomu. Já, með 5 þingmenn, þeir komu 3 kjördæmin, það eru sem sagt 3 kjördæmi sem eru enga þingmenn. Já. Þetta er alveg bástaða. Þetta er sögulegt. Þetta er sögulegt og í dauðafæri að fara eins og hjá Vinstri grænum ef að þeir hrist ekki vel upp í hlutunum. Já, þeir eru náttúrulega bara bakka niður. Já. Hún segir starfsfólki, nei það er ekkert. Já. Þeir eru að minnka við þessi húsnæði og... Það lítur að vera. Já, þetta er bara... Dragverður starfsemi. Já. Er þetta bara að leigja þeir? Airbnb hérna upp í Skipholti? Nei, þeir Vinstri græn. Nú Vinstri græn, þú veist að koma þanga fyrir ekki. Já. Nei, þeir eru á Hallveigarstöðum og eru búin að fá eitthvað minna rými þar sem er að pakka niður í kassa bara og flytja sig. Þannig að það er alvarleg staða. Já, herriði... Og þau viðurkenna það. Og þau viðurkenna það. Já. Þau eru ekkert í fílu eins og Sigurður Ingi og... En skiljaðu samt af hverju þetta gerðist þegar þú segir viðurkenna það? Já, hjá þeim? Já. Af hverju fóru snilla? Já. Ég veit að ég er ekki, bara það, þegar þeir myndu ríkisstjórnar 21, er það ekki, fyrsta? 17, ekki? Já, en sluppu, þeir fengu ekki slæma kostningu þarna eftir COVID. Nei, alls ekki. Nei, stjórnarflokkarnir þá fengu alveg ágæta kostningu 21, að þeim tóttist taka svo vel í COVID. Já. En svo þegar, svo halda þær áfram, og svo þegar Katrín fer, Ég veit ekki. Nei, ég er ekki með svarið, en það er að vera grundvallar spurning. Já, veit ekki svar. Mér fannst eins og Katrín hún gerði flokknum engan greiða með því að vera bjóða sér fram til forseta. Alls ekki. Alls ekki. Þannig að hún tók ekki flokkin fram fyrir sína hagsmuni. Nei. Og þar kom varaformaður Guðmundur Ingi Guðbrandsson, þá var hann starfandi formaður og með Bjarna og Sigurður Inga, þetta svona langveikasti maðurinn í þeim hópi. Já. Og svo bara var ekkit þessi við bjargandi greinlega. Nei. Ég er svona að vera að velta fyrir mér hvað verður vinstrið á Íslandi? Er það? Já. Er samfylkingin vinstriflokkur? Nei, þau telja sig vera miðjuflokk, þau hafa alltaf sagt það, eða ekki? Hægri krataflokkur. Já, en þau eru í borginni til dæmis, þá eru það sveigja hans til vinstri. Jú. Þau verða eiginlega að gera það er þeirra líflína í pólitík núna, held ég. Já. Það er mjög skrítið ef það er ekkert svar við eftirspurn eftir vinstri öflum í stjórnmálum í Íslandi. Já, það voru nú þetta er hátt í 20% atkvæði eitthvað sem að fóru bara. En það er ekki svar ef að þau ná ekki að koma sínum röddum inn í þingi til dæmis. En svo veit ég ekki, þetta er okkur píratar eru flokkar alltaf sem vinstri flokkur. Nei, þeir eru alveg hægri, ég hef alltaf talið að vera hægri flokk. Já. En þá er það nú lítið til skiptana, þá er þetta ekki nema 8% eitthvað sem að VG og sósíalistar fengu. Nei, einmitt. Ekki nema, það eru 4-5 þingmenn. En, hafið fylgst með undirskriftastríðinu? Aðeins. Já. Nei, út af hvað gengur það? Halla,
Tómasdóttir. Já, það er undirskrift, já. Á Halla Tómas og svo Dagur fór í stuð, Dagur Bjarkjarsson og hann les út úr þetta í mokkanum og ritstjóri mokkans að þegar hann les undirskriftin hans, þá les hann svona GMMTNNNM. Það er undirskriftaði svona, sko. Ég er ekkert með henni hérna þegar ég sé hana. Ég sá þetta, já. Já, hann, mér finnst að fyndi hjá hann. Já. Mjög svo. Ég finnst þetta bara dapurlegt að vera að gera þetta einhverju máli, sko. Já. Ég verð bara Já, mokkin er bara í fílu. Í fílu, já, út af allt og öllu. Mjög margir sem að stuttu, sé ég, á mínu vinalista, sko, sem stuttu Katrínu. Já. Þeir stökkva á svona hluti. Já, það er ekkert bara mokkin alltaf svo stuttið hana, en bara, þú veist, þetta er undirskrift. Ég skrifa Erna Bjarna D. Ég skrifa ekki dóttir. Já. Ég er bara Sigrún Jóns. Já. Ég bannstrykks með. Já. En Maggi, hvernig skrifaðu þú? Já, ég MRE bara. Já. Nei, þetta er undirskrift eins og einhver sagði, sko, signature, það er bara getur verið þess vegna eitthvað krass, líku við. Já. Hjá okkur þessu venjulega fólki, þá er þetta mest rafræna undirskriftir. Já. Við erum að gera eitthvað, kaupa bíl eða hús eða eitthvað. Já. Það var það rafræna, sko. Það er ekki nema svona stóðmenni. Með fyrirmenni eins og Daði Oddsson kalla sig og sína. Það er fyrirmenni. En þau skrifa svona GMMTNNNM. Þetta er þeir sem að þurfa að undirrita svona skjöl og gera það með skammstöfun og það þarf að vera svolítið flott. Já. Ég sé þess að undirskrift Davís að hún hékk á spjaldi sem var upp í útvarshúsi og er kannski ennþá fyrir sem borgin er að veita viðurkenningu fyrir góðan frágang á lóð og eitthvað svona og það er þessi undirskrift Davís og hann nota feitan penna þetta er mjög stórt þetta er mjög svona autoritíst sko maður tekur alveg eftir þessar undirskrift en ef þú vissir ekki hver var að skrifa þá myndir ekki vita neitt fyrir hvað þetta stæði það þarf að prenta nafnið hans undir til að ráða fram úr þessu sko. En sko Donald Trump aftur sko. Það voru einhverjir sem voru að skemma Teslur og Trump túlkar það sem hryðjuverk. Já. Sýnir hans mat á lífinu. Eða er það hendar? Þetta er bara skemmtaverk. Já. Þetta er skemmtaverk bara. Þessi Elon Musk er náttúrulega algjör fígúra. Já. Fólk svona með tillögurnar sem hann er með í niðurskurði heima fyrir og svona. Já. Hann er fígúra en svo er hann líka náttúrulega þessi maður er náttúrulega búin að raka saman auð og byggja upp alls konar starfsemi sem að sýnir líka einhverja snilli á sama tíma. Meir þess að geimför. Já. Já, hann dreymir að senda fólk til Mars. Já. Sem er nú frekar óyndislegt ferðalag. Sko þetta, ég var að lesa mig til þetta, þetta er eins og að vera svona í Toyota Corolla í 1,5 ár. Já. Ekki spennandi? Nei. Heyrðu, en Maggi, áðan voru við að tala um það. Þið eru að fara að koma saman, Þokkafót. Já, akkurat. Þetta var svona úlingasveit, eða hvað? Það voru ekki kornungi þegar byrjuðu? Jú, við vorum svona rétt inn af 20. Já, við vorum 3 Seyðfirðingar, sko, og við höfum verið að spila meira og minna frá því við vorum úlingar, sko, í skólahljómsveitum og svo þess. Já. Og ég byrjaði að snemma líka að spila með harmoníkuleikurinn sem þóttum ekki smart á þeim tíma þegar allir voru að safna hári. Já. Og spila bítlamúsík, en ég lærði nú heldur mest af því, spila með Nikoló. Og var það á Seyðisfirði líka? Já. Ágætis músíkantar, sko. Já. Og varst þú á harmoníkunum líka? Nei, ég hef spilað bassa. Já. Nei, og svo bættist 4. maður í hópina frá Hveragerði, Halldór Gunnarsson. Já. Og þá vorum menn komin hingað í skóla, hingað suður. Já. Tónlistarskóla og háskólan og svo þess. Og þá byrjuðum við að spila hérna einmitt oftast fyrir einhver partí í háskólanum. Já. Svo líka og einhverjum opinberufundum og þetta svona vinstri sinnað. Já, einmitt. Litli kassar, það er vinstri sinna lag.
þetta er orðið klassíst, þetta er sungið öllum barnaheimilum og dagheimilum og sjálfsagt elliheimilum líka. Já. En hvað hérna, nafnið er flott, Þokkabót. Já. Og þið voru bara vinsælir, það er. Já, þetta seldist ákveðlega þessar plötur. Við vorum ekkert mikið að spila opinberlega. Það var ekkert mjög mikið. Menn voru svona sitt í hver áttina og svona. Þetta, en við hittust til að gera, ég var með á 2 fyrstu plötunum, síðan breytist mannskapurinn og það urðu mannskapur, ég og Gylfi fórum út og kom aðrir í staðinn og það voru gefnur út 2 aðra plötur, þannig að þessi tónleika verið tvískiptir, það sem fyrir hlið eru fyrir 2 plötunar, sem skiptur mannskap og það koma 2 setni plötunar. Þessu verið ráð þannig upp, en það er löngu uppselt, sko. Og, þetta er fínt hús, Salurinn, eða ekki? Salurinn? Jú, mjög fínt að spila þar. Ég verið þar nokkur sinnum. Og þessu er einlega mjög vel stjórnað. Hvað var það alltaf umfang, umgengni og tæknimál. Þetta er mjög elegant og flott. En þetta er hérna Gunnar í Birgisson, fyrrverandi bæjarstjóri sem að stjórnaði þessu. Já, hann gerði það. Já, og gerðarsafni, sko. Hann gerðarsafni. Þannig hann var ekki alveg ónýtur fyrir Kópavogsbúa. Nei, alls ekki, sko. Alls ekki. Ekkert gallalös fyrir einhverju margir aðrir, sko, eða margt annað fólk, sko. En eftir stendur þetta. Það er ekki skemmtilegasti bæjarstjóri sem að Kópavogsbúar hafa haft. Jú, hann var heldur skemmtilegur. Já, gaman að. Ég þekkti hann, sko. Já. Og svo voru við einu sinni, konurnar okkar unnuð saman og svo var einu sinni ásatíð og hann að það svo hérna segir hann allt innu við mig, er þetta ekki Brown Sugar? Jú, þá rauk hann til að dansa, sko, hann var svo mikil að Rolling Stones að þetta. Er þetta ekki Brown Sugar? Og leta ekki sitja til líka á dansskólinu, sko. Nei, hann var nýtt inn í tilsvörum og skemmtilegum maður. Kall, maður las ævisöguna sig tíma, það var langt síðan, ég man ekki, það var gaman að lesa hann allavega. Já. Stór og mikill, svona, fór mikið fyrir honum. Já, blessi sér minning hans. Þetta, sko, þetta er þó eftir þessa bæjarstjóra tíðans. Já. Herðu, ég ætla nú að tala um eitthvað meira, hvert er ég komin? Herðu, já, það er eitt hérna sem mér finnst, hérna, það er, ríki var sýknað í hérna út af Skuggasundsmálinu, veitum hvað er að tala? Já. Þegar voru mótmæli í Skuggasundi, þegar að ríkisstjórnarfundir voru haldnir þar. Já, ég man. Já, og þá voru fólk að mótmæla og lögreglan tók, sko, ofsalega á þeim og mér segir einhver, sko, löggan í búkmyndavilna sína, sko, að það sé svo gaman að taka á þessu fólki og þau dróðu þarna eftir stjettinu og svona, mér finnst þetta óþart, sko, það var ekkert verið að, sko, fara neina mýkri leið og svo stefnir fólkið fyrir það að það gert það, en þá er ríkið bara allt í lagi. Sýknað? Já. Hann er auðvitað að segja mikið um þetta, ég maður ekki séð dóminn eða mikið af þessu. Nei, dómsorðið. Já, það er fyrirsögn og fréttum fyrir hátti í morgun. Já. Nei, ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn eins og, ég veit ekki, mér finnst eitthvað svona réttur okkar til mótmæla á að vera nokkur, sko. Já, en á móti er náttúrulega líka bera hlýða fyrir mælum lögreglu og svo er eitthvað djabæð þarna á milli sem þarf að finna. Jú. Það er ekki að verja það að sé eitthvað látin ósmeklu að líffallum fólk sem að nýtir sér þennan rétt ef svo má segja, sko. Hafið þið tekið þátt í mótmælum? Já. Ekki þessum seinni, nei. Já, mótmælum. Ég var 14 ára 68 og hitti þá Steini í rúðu í sovjerska sendiráðunni í Karlastræti og svo mjög glaður en svo ég lögnar kom hlaupandi að mér en ég komst yfir veggin og slapp svo leiðis. Það er minn árangur, sko. Mér finnst það alltaf svo tvæntuð þetta. Já, það er hérna, náttúrulega búsaldabildingunni, hún var svo langvarandi, það er ekki hana hægt en það er ekki þátt í því. Nokkur ár. Já. Á Austurvelli. Já.
Við höfum svo sem sko... Þetta stjórnarskrárvarinn réttur. Já. Og svigrúmi verður að vera, mér finnst það. Þetta verður að hafa eitthvað þýðingu, eins og þú segir, stjórnarskráin verður réttur. Hann verður að virka. Já, en samt var svona oft mikið undri í búsaldabyltingunni. Það voru margir alveg bálreiðir og auðsaldari hvað þetta færi, sko. Það hefði getað farið úr böndunum alveg og enda með ósköpum. Og nú teft stundum. Já. Geir Jón, náttúrulega Þórisson, sem var svona yfirlökunni, hann var svona prúður maður og svona skildan allir hvað hann var að segja. En mér líka minnistætt fyrir utan stjórnarráðið að þá voru alveg ótrúlega læti og lögreglu búin að stilla sér fyrir framan húsið og fólk var að kasta sko grjótum og svona. Slasast ekki eitthvað lög? Nei, þá komu bara mótmælendur og stóðu fyrir framan vörðu löggun. Og þar held ég að hafi sko orðið skona mikil breyting á mótmælunum. Þá var hægt að amast í löggunum sem náttúrulega voru enga ábyrgð á þessu ástandi. Nei. Þannig ég held að þetta verið svona sko sjálfskipuð vörn þetta sem að breytti þessu. Ég held að það sé alveg rétt. Já. Og breytti móralum sko. Já, einmitt. Þeir eru náttúrulega voru að missa sitt kannski alveg eins og við hinn og svona sko. Þannig að gátt ekki verið heima að hugga liðið sitt. Þetta var bara standa vaktina gegn okkur líðnum. Já. Ég er svolítið hissaði þegar ég heyri og maður sér engin mótmæli eða mikil viðbröð við aðgjörunum til að rétta af og leiðrétta íbúðalánasjóðinn. Nei. 651,4 miljardar sem að detta á okkur. Já, rukkun sem kemur inn á ríkiskassan. Og það er nokkuð sem er búið að liggja fyrir lengi en ekkert verið gert í fyrir en að núna. Nei, sko þetta eru á ferðinni pólitísk mistök sem aldrei verður refsað fyrir. Nei. Það er sko, ég hef heyrt menn og tala þetta til dæmis ef þetta hefði gerst í Þýskalandi eða Bretlandi eða Frakklandi að þá væru þessi pólitíkur sem fyrir rétti. Já. En það verður aldrei hér. Aldrei. Nei. Kannski einhvern tímann, vonandi. Erna, hvað segir alltaf? Já, ég ætla að segja sko sem falla okkur ef að hinn kosturinn er að sjá að lífeyrisþegar tapi réttindum. Já, akkurat. Já, en sko að hafa lagt í þetta ferðalagi náttúrulega stóramálið. Það er upphafið. Það er pólitísku mistökin en það sem stöndum fram fyrir í dag er bara hvernig á að skipta skellinum. Sko. Já. Því þetta er sko, ég heldur að hafa verið bróðurinn sem að reknaði út að það var 1,67 milljónir á mann, á hvert mannsbarn í þjóðskrá Íslendinga. Já. Þetta er búið að blasa við lengi, sko. Já, en ekki fyrir gert fyrir núna. Já, þetta byrjar þarna, byrjar þetta ekki 2022 líklega sem að þessi umræða fer á stað. Já, það er að Bjarni tala að láta eldri borgar að bera þetta. Já. Það var nú bara þannig. Já, ég satt í stjórn og lífeyrissjóð þessum tíma. Það var auðvitað á borðum þar. Já, það var bara þannig. Já. Og það hefði verið alveg geysileg skerðing langa tíma. Ég man ekki hvað, þetta var eitthvað yfir 10% sem þetta gæti haft áhrif hjá sum og sjóðum, sko. Já. Sem er mikið. Maður heyrir einhver mótmæla þessu ekkert sérstaklega, sko. Það er eins og við tökum þessu bara eins og hverju eru hundsbytti. Já. En byltingar verða nú yfirleitt ekki nema fólk sem farið að svelta. Vanti brauð. Já. En þannig að það verður engin bylting út af þessu. Nei. Þetta er bara, við erum bara að býta í þetta. Já. Þetta er fólk sem við kusum til starfa á sínduma, eða ekki, sennilega ekki, en mörg hver hérna. En ég vil ekki að fara að segja þetta gott, klukkan gengur á okkur. Ég ætla að þakka fyrir komuna. Takk fyrir. Erna, Magnús og Sigrún. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram með þann sívinsæla lið samstöðvarinnar óþekkti þingmaðurinn.
Sumir vilja meina að þátturinn ætti að heita Óþekki þingmaðurinn. En kannski getur það farið saman í einhverjum tilvikum, ég veit ekki hvort það verður þannig í dag. En með Óþekkti þingmaðurinn þá ræðum við einhvern af hinnum fjölmörgu nýju þingmönnum sem þjóðin svona kannski aðeins að reyna að kynnast. Og við erum að reyna að komast undir húðina, undir skilina. Við erum að reyna að kynnast þessum þingmönnum persónulega. Þetta ekki þáttur þar sem að þeir eru spurður helstu stefnumál eða svoleiðis heldur. Viljum við reyna að fá einhverja tilfinningu fyrir því hvernig manneskjur óþekkti þingmaðurinn hverju sinni. Og hingað komin góður gestur, góður þingmaður, að mestu leyti óþekktur, Ingvar Þóroddsson. Ertu velkomin? Kærlega fyrir það. Ég gengst alveg við því að vera óþekktur þingmaður, einn af þeim. Veit ekki hversu óþekkur ég ennþá. Maður kemur í ljós þegar það kannski líður á þingið. Já, maður kannski svona fyrstu vikurnar þá svona leifir maður hlutunum að maður svona notar augun og eyrun og svo myndu sækja í því veðrið ef til vill. Já. Og svo hlotnaðist mér líka sá heiður að vera einn af varaforsetum Alþingis, þannig tek reglulega sæti í forsetastólnum og svona stýrað þingfundi og dingla í bjölluna ef að fólk að gleyma sér að kalla fram í það svoleiðis. Já. Og þá finnst mér ekkert endilega viðeigandi að ég sé sá sem að síðan að gera hlítið sama þegar ég ekki í forsetastól. Ég veit ekki hvernig það hefur verið í gegnum tíðina, hvort að fólk spili báða leiki, annars vegar að viðhalda aganum þegar þeir eru forsetastól og síðan vera með læti út í sal. En enn sem komið hef ég held ég verið tiltölulega þægur. Já, en ég ætla að óska þig til hamingju með að njóta þeirrar ábyrgðar sem þú nýtur og hafa þá stöð í samfélaginu sem þú hefur náð svona ungur á árum. Takk fyrir það. Það hefur þú tekið einhverja réttar ákvarðanir fram til dags í dag, leyfi ég mér að álykta Einhverja réttar, einhverja rangar. Sennilega, eins og gengur. Allar skiluðu þær mér hingað. Já, hvað ertu gamall? 26 ára, verð 27 í júní núna. Ertu yngstur þessara nýju þingmanna? Á þessu kjörtímabili, já. En svona í gegnum tíðina skilst mér að hafa alveg verið einhverjir þingmenn yngri og svo líka varaþingmenn sem hafa komið inn sem hafa jafnvel verið undir 20. En allavega á þessu kjörtímabili þá ég það sem að Bretar kalla baby of the house. Mér finnst okkur kannski vanta eitthvað svoleiðis titil. Já, má ég kalla þið baby of the house í þessu spjalli? Já, bara alveg velkomi. Þú ert á norðan. Þú ert þingmaður Viðreisnar, svo það komið fram í norðaustur kjördæmi. Áttu nú sennilega ekkert endilega von á því að fara inn og þinga eða hvað? Nei, fyrir árið síðan var ég tiltölulega í rauninni frekar nýbyrjaður að kenna í Menntaskólanum Akureyri, mínum gamla skóla í afleysingum reyndar. Það átti bara að vera 1 ár, núna ég aftur árið síðar þá tiltölulega nýbyrjaður á nýjum vettvangi, en ég vona að þetta verði lengri tími en bara 1 ár. Já, hvað varst að kenna? Starffræði og eðlisfræði. Ég verkfræði menntaður, tók fyrst BS-gráðu í rafmagnsverkfræði við Háskóla Íslands og síðan mastersgráðu í iðnaðarverkfræði erlendis. Já, sildur Íslendingur. Já, þú hefur farið utan til náms. Manni finnst alltaf kostur þegar umræðir þingmenn að menn hafi aðeins búið utan landsteinina. Akkurat, svo ólst ég að hluta til upp erlendis líka, en þá hinum megin við Atlantshafið. Ég var í Bandaríkjunum í mínu mastersnámi, bjó alveg heil 5 ár í Svíþjóð. Ég fæddur á Akureyri og foreldrar mínir eru þaðan, eða Eyfirðingar, móðir mín Dalvíkingur. Hvað gera foreldrar þínir? Þau eru læknar. Bæði læknar? Bæði læknar. Áttu mig ung, mamma átti 1 ár eftir í MA þegar hún átti mig og síðan flytjaðu í suður þegar ég nú ekkert mjög gamall og eru í læknisfræði, þannig að þau eru svona drösla með suður, fara í læknadeild í HÍ. Mínu svona fyrstu minningar eru af stúdentagörðunum. Það er þarna hvort þetta heita fjölskyldugarðar held ég að þetta daginn í dag við Eggertsgötu. Það er svona mann ég fyrst. Eru það góða minningar? Já, það eru mjög fína minningar og ég var á leikskólanum sem að
félagsstofnun stúdenta rekur. Síðan einhverjum 20 árum síðan var ég sjálfur síðan í stúdentaráði, meðal annars að ræða málefni þess leikskóla. En síðan þegar þau eru búin með grunnnámið sitt og ég þá 10-11 ára, þá haldið út til Gautaborgar í Svíþjóð í sérnám og ég þá tók seinni 5 árin af grunnskólagöngunni þar. Og þegar grunnskólagöngunni að ljúka, þá var ég eiginlega bara orðinn mjög mikill svíi. Ég var eiginlega farin að hugsa á sænsku og já, var náttúrulega Íslendingur ennþá, en svona sá alveg fyrir mér að vera jafnvel bara í Svíþjóð og síðan heimsækja heimalandi. Líka vel við Svíja og Svíþjóð? Já, það var bara mjög fínt. Hef ekki mikið út á Svíja að setja. En síðan svona frekar tilvíðunarkennd atburður. Það stundum merkilegt að líta tilbaka og veltaði fyrir sig hvernig svona tilvíðunarkendir litli hlutir geta einhvern veginn breytt tiltölulega miklu. En það vorið 2014, þá var ég að fara að ljúka grunnskóla. Ég var búinn að sækja framhaldsskóla í Gautaborg og þá förum við fjölskyldan í skíðaferð til Lillehammer í Noregi, sem lítill bær svona alveg í meiri Noregi og mjög mikill skíðabær. Það var náttúrulega vetrarólympíuleikar haldnir hérna 1994 og foreldrar mínir voru orðin svona pínu þreytt á Gautaborg og verða bara algjörlega ástfangin á þessum stað. Ég held að Lillehammer hafi mynd þau pínu á Akureyri, svona svipað stærð og þetta líka svona ákveðin svona svæðisborg sem við núna ætlum reyndar að fara að titla Akureyri með svona stærsta sjúkrahúsið og fleira fyrir stórt svæði. Þau verða bara algjörlega ástfangin á þessum stað. Og þegar við erum síðan komið heim til Gautaborgar og þá allt í einu rekast á auglýsingu að það sé laus staða læknis þarna á sjúkrahúsinu í Lillehammer. Og þeim fannst þarna einhvern veginn, held ég, örlögin vera segja að stökkva á þetta og það líður ekkert mjög langur tími og þá allt í einu tekin ákvörðun að flytja til Lillehammer. Hvað ertu að segja? Og þá ég í þeirri stöðu einhvern veginn að vera þarna á svona ákveðnum náttúrulega krosskuttmílífinu að vera klára 14 ára gamall, eitthvað sluðis? Já, og frekar ungur einhvern veginn þá þau sögðu þá að þau höfðu rauninni bara reyft mér svolítið að ráða þessu. Viltu koma með okkur til Lillehammer? Viltu flytja heim til Íslands? Eða viltu jafnvel vera áfram hérna í Gautaborg? Og ég ákvaða að flytja heim til Íslands og fara í menntaskólann Akureyri. Án foreldrana, flyttu bara einn norður? Já, en til ömmu og afa og náttúrulega við erum þaðan og býr þar hjá ömmu og afa. Og svona, þannig að það voru miklar rætur þar, en já, það var áhugavert. Já, þetta mjög sérstakt sko. Það komið þá til Akureyri í 9. bekka? Já, ég kláraði 10. bekk í Gautaborg sem var enda Svíja kallað 9. bekk að þau eru með 0 upp í 9 frekar en 1 upp í 10 eins lógist og það og fer þá í byrja síðan bara í menntaskóla. Fer beint í Emma. Já. Og þú ert ekki að heimaðist, þú býr þjá afaðin maður með séru. Já. Og það svona þarna sem að ég þá verða aftur svolítið Íslendingur sem ég held líka að fjölskyldan hafi fagnað. Það ég held að sé svona klassískt dæmi að fólk flytur erlendis í nám og síðan festist það þar og fólk eignar síðan barnabörn sem búa erlendis og kunna varla íslensku. Ég held að sérstaklega svo amma og afi hafi fagnað því að ég hafi ekki endað það sko. En ég var þá svona aftur Íslendingur og aftur Akureyringur líka. En mig grunar að þú hefði þurft að taka svolítið þroskastökk þarna? Já, ég hugsa það. Ég líka langa elstur í mínum systkinahóp. Þannig að það var svona alltaf einhver yngri allavega á heimilinu sem að krafðist meiri athygli en ég og ég varð frekar sjálfstæður, frekar ungur. Bara finna mér sjálfur eitthvað að gera og svona og síðan það var ákveðið stökk líka að þarna rauninni flytja út frá foreldrum þó að ég hafi ennþá búið þá fjölskyldu en ég blómstraði í þarna á Akureyri og leið mjög vel og þarlegandi þykir mér mjög vænt um Akureyri og sem minn heimabær og líka þennan skóla. Já. Leyfðu mér aðeins að spyrja þig út í lífið þitt áður en, hvað maður að segja,
áhuginn kviknar á pólitík, ef hægt að spyrja þannig, vegna þess að sennilega en nú kannski ekki svo auðvelt að henda reiður á því hvenar pólitískur áhugi kviknar, kannski má segja að hann geti verið bara tengdur réttlætiskend mann sem barns eða einhverju slíku, en ég heyri það á því sem þú hefur sagt mér að þú ert svona raungreina maður. Nú ertu að fást við ef að segja félagsvísindi að nokkur leyti með því að vera þingmaður. Þú minnist á árin þarna á leikskólanum á háskólasvæðinu, hvað vakti mestan áhugaðinn, hvernig bækur lastu, hvernig barn varstu, hvernig myndir þú svona lýsa hvað ég að segja, tímabilinu 5-10 ára eða 5-15, hvað svona á hverju hafðirðu mestan áhuga? Já, það er mjög góð spurning. Ég var alveg held ég svona nett ofvirt barn með svona áhuga á mörgu. Ég las mikið Tinnabækurnar alveg reif þær allar í mig og Sástu hann sem fyrirmynd þína í lífinu einhverju leyti? Já, og ekki síður Kolbeinn Kafteinn sem er nú mjög skemmtilegur. Ég er með svona litla brjóststyttu af honum á lyklakippinu minni. Já, skemmtileg. Mitt svona kannski helsta áhugamál á þessum árum var kvikmyndagerð, eða svona myndbandsgerð. Þetta eru einmitt kannski þau ár sem að það kannski já, ég er í fyrsta skipti að verða svona eitthvað kannski fyrir fleiri en áður að kaupa eitthvað svona tækjabúnað og tölvur með góðu klippiforriti og mamma og pabbi kaupa sér eitthvað Apple tölvu og upptökuvél og ég alveg fer mjög djúpt í það. Við vorum mikið að gera alls konar stuttmyndir, ég og vinir mínir í Hlíðaskóla. Var þar þessi fyrstu 5 ár grunnskóla göngunar og mér fannst rosalega gaman að síðan klippa þetta allt saman og rosalega góður í að fikta, bara svona finna út úr hlutunum sjálfur, Þú hefði nú kannski alveg getað orðið fjölmiðlamaður með að við þetta. Tinni út að lesa tinna og þú ert að dunda við að klippa efni Bara held ég að hefði mjög auðveldlega getað gerst líka ef að kannski einhver lítil tilvíðankennd atburðarás einhvern tímann hefði farið einhvern veginn öðruvísi. Ég ætlaði á tímabili að fara í það náttúrulega Gautaborg verandi 600.000 manna borg, það eru margir framhaldsskólar og kannski meiri sérhæfing í boði bara því að þetta er stærra svæði. Ég ætlaði að sækja svona framhaldsskóla sem var bara með sérstaka áherslu á svona kvikmyndagerð og svona tæknið því tengdu, Ég ætlaði að verða leikstjóri á tímabili. En síðan hef ég alveg skipt áhugasvið og framtíðar áform eins og nærbuxur. Já, það er bara þannig. Og gerist það þá bara eldsnögt? Það getur gert eldsnögt og það er ekki endilega ég missi áhuga á okkur öðru, heldur það bara svona, ég get stokkið mjög hratt á milli. Það hefur eiginlega alltaf verið þannig, líka þegar ég var að ganga þennan akademiska veg í verkfræðinni að hann var þá öfundaði ég stundum bekkjarfélagana mína sem voru bara fundið eitthvað svona mjög ákveðið sem að þeim bara langaði að sökva sér í og verða jafnvel bara best í heimi í eitthvað svona mjög takmörku. Ég hef aldrei einhvern veginn getað það, ég stekk mjög hratt á milli hluta, hvort sem er einhvern veginn áhuga svið líka í pólitíkinni. Og kannski er það eitt kostur við að vera þingmaður að ég hef áhuga á mjög mörgum málefna sviðum. Ekkert mannlegt óviðkomandi? Nei, og það er enginn af þeim fastanefndum alþingi sem ég geti ekki hugsað mér að vera í. Ég er í fjárlaganefnd og allsherjar og menntamálanefnd og ég er svona núna eftir fyrstu 2 mánuðina eins og inn í fjárlaganefnd að þá hugsa ég að
það sé ekki verra að vera með svona ákveði talnalæsi og það eru alls konar reikniformúlur og bakvið hitt og þetta sem við erum að styðjast við til að taka ákvarðanir, þannig að ég hugsa að sé ekki verra eins og í mínu tilfelli að hafa þennan bakgrunn í verkfræðinni. Hlýtur bara að vera mjög gott. Sko, tókstu snemma ábyrgð sem elsta barnið, varst að passa systkinin þín og svona? Já, það var eiginlega bara svolítið eitthvað sem að ég annars verið að taka ábyrgð á sjálfum mér, líka einmitt svolítið að taka ábyrgð á yngri systkinum. Við erum 4 og við erum mjög dreifð aldurslega. Það er 6 ár í systur mína sem kemur á eftir mér og svo 6 ár í bróður minn sem kemur þar á eftir og svo 3 ár í þá yngstu. Og foreldrar mína hafa nú stundum bölvað því að þau hafa einhvern veginn í mjög mörg ár verið með barn á leikskóla og bleiualdri, en þau hafa svo sem engum að kenna nema sjálfur sér það, sko. En mér finnst það, það gerði það verkum með að maður kannski þurfti stundum að bera ábyrgð líka bara að vera ekki fyrir, sko. Það er einhvern veginn, að þú ert 12 ára, þér finnst kannski verið eitthvað vesen í þínu lífi sem að foreldrar þínir eiga að sinna, en það er bara, þetta er bara þetta eru smámunir, þú ert með lítil börn á heimilinu sem eru bara slösuð og greinandi og söng og eitthvað, sko, það var bara þín vandamál komast ekki að, sko. Og það er kannski eitthvað sem ég held að mörg svona elstu systkin í stærri og dreifðari systkinahópum kannast við, sko. Já. Ég er yngstur, þannig að ég veit ekki hvað þetta. En sko, varstu sterkur félagslega? Áttur góða vini? Já, ég hef alltaf átt auðvelt með að eignast vini. Var samt svolítið svona lítill í mér sem allavega svona unglingur til að byrja með. Getur þú skilgreint það aðeins betur? Já, ég var eða svolítið síðan ég man eftir mér, það var alltaf svona rosalega mikla svona efasemdir alltaf í kollinu, sko. Að ég væri ekki nógu góður í hinu eða þessu, og kannski veigraði mér við að heyri einhverjum og spurja hvort hann vildi leika, því ég var bara búin að ákveða fyrirfram að myndi ekki hafa áhugað því. Hafðirðu orðið fyrir einelti eða einhverjum svona? Nei, nefnilega ekki. Ég hef alveg stundum hugsað þetta og velti fyrir mér einhvern veginn hvaðan þetta kom. Vanmátturinn? Já. En það breyttist svolítið á menntaskóla árunum. Þá byrjaði ég að, einhvern veginn fann ég kjark til að bara taka meira pláss. Og réttir þú bakinu? Já, og þau svona menntaskólanum hjálpuðu mér við það að bara svona þóra að taka pláss og vera ekki alltaf að efast sjálfan sig, allavega ekki svona í óhófi. Þú segir þau í menntaskólanum, hverju áttu við? Hverju hjálpuðu þér í menntaskólanum við það? Bara einhvern veginn bara samnemendur og svona samfélagið, sko. Já. Ég hef gaman að spyrja aðeins að ég hef alveg oft hugsað þetta sjálfur, sko, en ekki eitthvað oft rætt það uppátt hvaðan þessi svona minnumáttarkennd kom sem að ég hef alveg oft þurft að taka svona slaginn við, það bara svona reyna að veifa þessum svona efasemdar röddum í burtu og ég meina ef ég hefði ekki tekið þann slag þá væri ég ekki á þingi í dag. Það er náttúrulega að fara í kosningabaráttu og vera að selja sig og selja sig fyrir fólki sem hefur bara mjög miklar efasemdir þig eða flokkinn eða stefnumálinn, og þannig að ég mitt vera svolítið beinn í baki og standa fyrir sínu og færa rök fyrir sínu máli, en líka þóra að viðurkenna þeir úr skiptunum skoðun eða það er rangt fyrir þér eða gerir eitthvað mistök. Ef ég hefði ekki tekið þessa slagi kannski fyrir á lífsleiðinni, þá hefði þetta verið talsveit erfiðar að fara að stæði þessa vegferð sem komir inn á þing. Já, þessi reynslaðinn gæti orðið er svolítið dýrmætt veganesti, því þú hefur þá kannski velti fyrir þér hvað getur verið stutt á milli þess að maður lendir á milli skips og báru og þess að maður nær flugi, sko.
því að það stundum svona ákveðin dómharka í samfélaginu að við gleymum stundum hver bjargir okkar eru mismunandi bara á meðgöngu og við fæðingu og okkur hættir kannski til að einfalda mjög flóknar hluti með því að stimpla og afgreiða og við annarkvort hömpum og þetta alveg geggjað eða alveg ömurlegt sko. En til dæmis mín reynsla í lífinu svo bara svo ég leggi það líka borðið með þér að það getur bara nánast verið tilviljun hvort maður lendir í öldinni eða brýst upp sko. Þannig að það segir mér að það kannski líkur á að þú munir sýna í störfum þínu sem þingmaður alls konar fyrirbrigðum víðsýni og mildi sem að kannski hefði ekki þurft að vera ef þú værir silfurskeiðungur sem aldrei hefðir þurft að glíma við neinar efasemdir. Skilur þú hvað ég á við? Ég held ég skilji hvað það við og ég hef allavega sko alla tíð í stjórnmálum, ekkert endilega eftir núna að ég einhvern veginn steig að festu inn á hið pólitíska svið og fór í kosningabaráttu og síðan inn á þing, en bara svona alltaf í svona umræðum pólitíka hefur svona reynt að tileinka með það að virkilega skilja hvaðan eitthvað kemur sem annarar skoðunar, ekki endilega afskrifa það sem annarkvort að viðkomandi viti ekki hvað hann sé að tala eða hún finnist það sem honum finnst bara vegna einhvers bakgrunns eða sé að geta einhverja hagsmuna. Þetta raunverulega, og þá ekki að segja að geti ekki stundum verið þannig, en ekki ákveða fyrirfram að það sé raunin að viðkomandi annarkvort viti ekki hvað hann sé að tala sé bara vitlaus eða komið frá okkur vondustað. Einmitt, akkurat þetta að reyna að skilja, að langa til að skilja. Þetta náttúrulega bara svo stór hluti af ferðalaginu sem lífið ekki satt? Jú, klálega, og ég held að hefur aldrei verið mikilvægir en kannski núna þegar við sjáum þessa polariseringu og svona ákveðin skotgrafa hernað í pólitík bara alþjóða vísu. Mér finnst að vera að minna hér en víða erlendis. Ég hræddur að kannski að við séum í auknum mæli að flytja það inn og bara þessi þróun sem oft talað að samfélagsmiðlar hafi náttúrulega átt að færa okkur nær hvort öðru en hefur mörgum skilningi fært okkur fjær hvort öðru, að þarna finnst mér mjög mikilvægt að fólk leggja sér fram við að sjá manneskjuna sem að þau eru ósammála og kannski reyna að átta sig á því hvernig þau komast að þeirri niðurstöðu sem að þau komast án þess að gera ráð fyrir að það séu eitthvað annarlegt þar að baki eða að við komum til einfallega að skilja ykkur hvað hann að tala. Einmitt. En hefði það geta svona, var það slembival að þú þingmaður Viðreisnar í dag? Hefðirðu allt eins geta verið þingmaður Framsóknarflokksins, Sjálfstæðisflokksins eða einhvers annars flokks? Viðreisn hefur alltaf verið minn flokkur og kannski bara heppilegt að hann stofnaður einmitt það leyti sem ég fæ kosningarétt. Fyrstu kosningarnar sem ég kýs í eru 2016 og það fyrstu kosningarnar sem að býður sér fram í. Fyrsta stjórnmálaaflið sem ég geng til liðs við hins vegar Liberalena í Svíþjóð. Það heitir það í dag, hétt þá Folkpartiet. Frjálslyndur flokkur. Já, og rauninni sýstu flokkur Viðreisnar, svona mestu Evrópusinnarnir, þau eru náttúrulega í Evrópusambandinu, en þar það þá frekar að þau eru sá flokkur sem tala mest fyrir evruaðild, þau tala pínu um evruruna eins og kannski Viðreisn á Íslandi talar Evrópusambandi. Ég skil. Og ég varð mjög áhugasamur pólitík þarna eitthvað svona 13-14 ára. Það voru mjög áhugaverðir hlutir í gangi í Svíþjóðu líka þarna, pólitískt sem að vakti áhuga og ég las stefnuskrár allra flokkana. Fyrrandi samt hvorki nógu gamall til að ganga til liðs við á. Né með kosningarétt þó ég væri nógu gamall, en ég kynnti mér alla flokkana í þaula og ég komst að svona þessari niðurstöðu að ég væri svona frjálslyndur
markaðsinni, það að segja svona í efnahagsmálum kannski, frekar hægra megin við miðju og svona bara með ákveð ónæmi fyrir svona forræðishyggju og síðan líka hafði ég mikla trú á Evrópusambandinu sem svona projekti. Þannig að ég hef alltaf einhvern veginn verið á þeim stað, það því ég hef náttúrulega skipt skoðanir og alls konar málum í gegnum tíðina, en svona kannski mín grunngildi hafa nokkurn veginn alltaf verið þau sömu og það er svona, já, og þau breyttust ekkert þegar ég kom heim og þegar Viðreisn var stofnaður, eða Viðreisn var stofnuð, að þá sá ég, heyrðu, þarna er fólkpartíet, íslenska fólkpartíet mætt, ég ætla að skoða það og samt ekkert í ykkur svona blindni, að þarna að ég væri bara búin að ákveða mér einhverja línu og ætlaði bara að vera á henni og þess vegna stökk á Viðreisn, heldur kynnti ég mér málin vel og sá og hef bara, já, alltaf fundið því eiga heima pólitískt þarna. Og það ræður alþjóðahyggjan miklu eða mestu? Já, svona þessi bland af alþjóðahyggju, frjálslyndi og svona hóflegri markaðshyggju. Já. Í síðustu bók sem ég skrifaði þá ræddi ég við viðmælendur sem að töldu það dálítinn Akkillesar hæll á stjórnsýslu okkar Íslendinga í tímans rás að svona hinn dæmigerði þingmaður hann fæddist þarna einhvers staðar í Vesturbænum og fór í Hagaskóla og svo fór hann í MR og svo fór hann í HÍ í lagadeildina og svo fór hann niður á Alþingi. Þetta er bara þetta er alltaf á sömu hundaþúfunni sko. Þurftir aldrei að labba nema 500 eða 700 metra í einu sko. Og þarna er það þingmaður og svo ræður landinu sko. Þetta er gjarnan sjálfstæðismaður og mér finnst og viðmælendum mínum í þessari síðustu bók við höfum mjög mörg okkar hugsað að þetta er náttúrulega mörguleiti svolítið, það vantar svolítið upp á það sem þyrfti kannski að vera þegar umræðir þingmenn þjóða. Það er svona nefndi ég áðan að þá vissi ég nú ekki að þú hefðir svona alþjóðlega sögu. Ég hafði ekki kynnt mér það hver þín saga væri, ég vildi bara fá þig til þess að segja okkur hana því að mér finnst það oft best í þessu. En sko ég held að mörg okkar upplifum það einmitt sem í retrospektinu sem Akkillesar hæl hve margir einangrunnar sinnar hafa verið við stjórn þessa lands og í rauninni hvað hugarheimur þeirra er smár. Sá sem hefur aldrei samanburð, sá sem hefur aldrei búið í útlöndum, hefur aldrei litið heim, hann er allt öðruvísi manneskja heldur en þeir sem eru alltaf á sömu hundaþúfunni. Og þetta er nú svona, ég veit ekki hvort það er einhver spurning á leiðin út úr þessu randi mínu, þessu monológ, en mér langar bara svona að leggja það á borðið. Ég held að sko, getum við ekki verið sammála það að hinn 9 tímar stjórnmálan á Íslandi, hvað sem verður inngöngu í ESB eða annað, getum við ekki verið sammála það að þetta ætti nánast að vera inntöku skilyrði fyrir það að vera í ráðastöðu eins og vera þingmaður á Íslandi að þú hafir einhvern samanburð við útlöndu. Já, miðað við það sem verið hefur. Inntöku skilyrði og ekki inntöku skilyrði. Ég er náttúrulega hlindu því að og örugglega við öll að þingið sé svona eins næst því og kemst að vera einhvers konar þverskurður. En svo ég kannski stökkvað tilbaka eins og það sem ég var að segja áðan að ég svona reyna ekki að fyrirfram afskrifa fólk kannski vegna bakgrunns, heldur reyni bara svona að mæta þeim rökum og hlusta á þau rök sem þau hafa fram að færa að þá held ég að einhver sem hefur ferðast víða, búið víða, gæti allt eins komist að þeirri niðurstöðu að Evrópusambandið sé vitleysa. Ég lendi einmitt í því að því að þarna í kosningabaráttunni 2001 að þá einhvern veginn ákvað ég að allir sem hefðu búið í Evrópusambandinu væru hlynnt Evrópusambandsaðild og ég væri og fór oft inn í samtöl við fólk sem ég vissi að hefði búið á Norrlöndunum eða annars staðar bara búin að gefa mig þá forsendu. En lendi síðan í því að stundum var það ekkert endalega raun, þannig að auðvitað getur fólk með alls konar bakgrunn samt kannski jafnvel gengið nákvæmlega á sömu leiðina en komist að mismunandi niðurstöðu og eins öfugt alltaf þegar ég var að tala við
bændur að þá ákvæði fyrirfram að það er rosalega erfitt samtala því að þeir væri svo rosalega gagnrýnir á sem sagt það að vilja ganga inn í Evrópusambandið. En það hefur ekkert heldur alltaf verið. Stundum hef ég einmitt bara tala við bændur sem eru mjög hlynnt í því. Þannig að fólk getur stundum jafnvel hafa gengið mjög svipað leið en komist að mjög mismunandi niðurstöðu eða fólk sem hefur gengið mjög mismunandi leiðir og komist að sömu niðurstöðu eins og bara í mínum flokk. Það er til dæmis eins og ég og Jón Gnarr erum mjög mismunandi bakgrunn og mismunandi staði í lífinu og mjög mismunandi reynslu en það fer mjög vel á með okkur tveimur og við svona sammálum mjög margt sem allavega hefur komið til tals hingað til eins og í þinginu. Já, það er fínt að þú bendir á þetta og haldir því til haga. Það er auðvitað ekki einsleik hvernig við þróumst. Við getum verið sumir mestu heimsborgara sem ég þekki eru einmitt bara einhverjir Íslendingar sem að sumir hverjir hafa aldrei farið af þeirra eigin hundaþú en lesa bækur, fylgjast með listum og umræðu og svoleiðis, verða dýnamískir og síkvikir í eðli sínu með því. En stjórnmálasaga Íslendinga, hún hefur mjög mikið verið mörkuð einsleitri manngerð kalla í Vesturbænum sem kusu Sjálfstæðisflokkinn og fóru þessa sömu leið inn á þing og mín persónulega skoðun er að stjórn landsins hafi goldið fyrir það en auðvitað er það allt og mikil einföldun að ræða það að maður ætti að gera það sem einhverja kröfu á þingmenn að þeir hafi búið í útlöndum. En ég held að það sé kostur. Það er kannski meira það sem er að segja. Og svo ég hafandi gengið verkfræði leiðina gegnum háskólan. Mér er stundum þótt vanta fólk með þannig bakgrunn. Já. Núna er ég eini verkfræðingurinn á þessu þingi. Svo er Pavel sem er starffræðingur, minnir að geti mögulega verið eitthvað tæknifræðingur eða innfræðingur. Það var minni með RÚV sem gerði svona samantekt á þessu, hver bakgrunnur fólks væri menntun og fyrir störf og það var náttúrulega mjög mikið lögfræðingar. Og það er kannski margir sem gefa sér það að já, Alþingi setur lög og þá sé gott að vera með lögfræðinga en ég er þvert á móti myndi vilja að fólk með alla mögulegan bakgrunn komið að því að einhvern veginn að spekulera hvernig lögin eigi að vera. Síðan er kannski frekar lögfræðingarna að skrifa það niður og útfæra nákvæmlega en að við ættum samt öll að hafa skoðun á í rauninni hvert markmið með lögunum er og það er reglum sem við setjum í samfélaginu en síðan kannski eru lögfræðingar sem útfæra niður í minnstu smáatriði og síðan takast á í dómstólum túlkun þeirra og svo framvegis. Þarna er ég algjörlega sammálaðir og þetta var nú einu svona rómantísk hugmynd hinna fullkomnu ritstjórn á þessum fjölmiðlum Íslands sem einu sinni voru öflugir og fjölmennir að ég hef setið í stórum ritstjórnum á ritstjórnafundi þar sem að rafvirki loftskeytamaður, fiskverkunarkona, fyrrverandi einmitt lögfræðingur og allir sitja við sama borðið og ákveða hvað ætlum við að láta standa í blaðinu á morgun og hvernig endurspeglum við sem best samfélagið. Akkurat. Ég held að það megi alveg bera þetta saman sem einhver svona ídeal sko. Alveg sammála því og ég einmitt meðal annars brenn svolítið fyrir því að við eflum það sem er oft kallað STEM-greinar eða STEAM. STEM er þá Science, Technology, Engineering and Maths og að STEAM þá er líka bætt við Arts. Sköpun. Við erum að til dæmis að útskrifa talsvert færri nemendur í þessum greinum en þær þjóðir sem við berum okkur sama við. Þessu hefur stundum verið flaggað að finnum á þessum aðilum sem eitthvað sem við ættum að hafa einhverjar áhyggjur af því að það er náttúrulega tæknin sem er að reiða sig meira og meira til rúms og gervigreindin og þarna verða til mikil verðmæti og við mögum ekki vera eftirbátar í þeirri þróun og þá einmitt er kannski gott að það sé einhver sem að kannski hefur verið þarna inni í bæði í atvinnulífinu og inn í háskólanum þar sem það hefur verið að mennta og rannsaka í þessum greinum til þess að einmitt
varpa ljósi á Myndirðu sjálfur túlka sjálfa þig sem skapandi einstakling? Já. Kannski, já. Ég held, sko, kannski bara því að ég ekkert mjög góður í svona, kannski mörgum svona hefðbundnum skapandi greinum. Ég get ekkert málað, ég frekar lélugur í, sko, eins og til dæmis seinast í þingveislunni sem var fyrir ekki löngu síðan, þá hérna, ef maður ætlar að ávarpa samkomuna, sem sagt þingmenn, þeir verða að gera það í bundnu máli. Og mér langaði að gera eitthvað sniðugt og fyndið í bundnu máli, en það kom ekki neitt, sko. Nei. Þannig ekkert ár frá þér. Þannig ekkert ár kom frá þér. Nei, ég var eitthvað að grátbeða fólk við borðið að skrifa eitthvað ofan mig. Þannig að stundum vegna þessa hef ég kannski ákveðið að ég sé ekki skapandi, en ég hugsa að það þýðir ekki að maður sé ekki skapandi þó að maður sé kannski ekki sterkastur í svona þessum svona hefðbundnu skapandi greinum. Gagnrýnin, ertu það? Já, ég myndi segja að væri mjög gagnrýnin og mér langar alltaf að skilja allt. Og ég finn jafnvel að það náttúrulega mjög mörg mál sem komi gegnum þingið oft mjög flókin og þykkir bunkar af frumvörpum og fylgiskjölum. Ég finn alveg að það fer að verða áskorun, en mér langar alltaf að sökka mér djúpt í málinu og ég geta því mér langar ekki að vera á grænatakkanum á okkur sem ég skil ekki. Þannig að jú, ég myndi klálega að segja að ég væri gagnrýnin, en maður verður líka að læra að treysta, til dæmis treysta og sleppa og treysta og sleppa og svona, þú munt ekki geta skoða öll þessi máli jafnvel eins og þú myndir vilja, tíminn takmarkaður og allt það. Þannig að til dæmis ég í allsherjar- og menntamálanefnd með Grímsinni og stundum þarna eða koma bara einhver mjög löng frumvörp breytingar á lögum til dæmis landamæragæslu og það er ekki nóg að bara lesa frumvarpið heldur til að raunverulega skilja að það var svo margt annað sem maður þyrfti líka að skoða þetta bakvið. Þá þarf maður stundum bara að taka skrefið og bara já, nei, Grímur, ef þú segir þetta sé gott og ég veit að við erum einhvern veginn deilum mörguleiti grunngildum og við erum náttúrulega í sama flokknum. Ef þú segir þetta sé gott, þá treysti ég því. Finnum maður til smæðar sinna þegar maður situr við hliðina á einu færasta rannsóknar lögreglu sérfræðingi landsins áratugum saman? Já, það er alveg oft sem að maður fær, hvað heitir aftur íslenska, lottara heilkennið, imposter syndrom. Það ég ætla ekki að neita því að það svona læður stundum að manni þegar maður er með einhvern veginn. Grímur eins og segir og Víðir og fyrrum landlæknir og sen með 2 fyrrum borgarstjóra og náttúrulega marga fyrrum ráðherra bæði í stjórnarandstöðunni og svona. En ég hef einmitt kannski eins og ég nefndi alveg upphafi hef svolítið tekið slaginn við mín og svona efasemdir sjálfa mig sem eru svona alltaf að læða stað, auðvitað á maður alltaf efast sjálfa sig í einhverju hófi og það sem maður er að gera, en ég held mér hafi tekist ágætlega til að þó að þetta lottari helginni komi upp að svona halda aftur að því og bara, ég má samt alveg þjá mig þetta eins og hver annar þingmaður. Já, og þeir til varnar þá myndu margir finna sko svona til smæðar sinnar með þessi viðmið sem eru í kringum þig núna. Það verður nú bara að segjast eins og að ef þeir tekst að dansa þennan dans á þess að fótbrjóta þig, þá er það bara sigur sko. Þegar þú ert komin ekki reyndari en þú ert, ekki eldri en þú ert inn á þetta svið. Ég veit að það er reyndar á þínum aldri sem að maður heldur að maður geti allt. Já. Ég reyna að vera svona nokkuð meðvitaður að það er náttúrulega mjög margt sem að ég ekki veit og ekki kann, en ég allavega legg mig allan fram við að kenna mér þau mál til hlítar sem að koma svona inn á mitt borðið eða þingsins og taka upplýsta ákvörðun með hag allra fyrir brjósti. Orðið auðmýkt, þú ert aðeins að daðra við það. Já. Ég er svona vera og ég hef reynt að tilkæma mér að bæði í kosningabaráttunni og eftir að þegar
einhver kjósandi þegar ég er að ferðast kjördæmi eða þess vegna einhver blaðamaður spyr mig hvað í gangi með þetta, af hverju ertu að gera þetta í staðinn fyrir að reyna að klórum einhvern veginn út úr því að bara vera þá frekar hreinskilinn, heyrðu ég þekki þetta ekki en ég skal gera mér allar besta við að kanna þetta og kannski þá koma aftur tíðin með svar einhvern tíma seinna. Mjög gott. Ég spurði aðeins út í vini áðan, áttu kærasta, kærustu eða konu eða hvernig sú staða? Nei, ég er bæði einhleypur og barnlaus sem að ég verð að viðurkenna að ég hef svona eiginlega bara svona pínu þakklátur fyrir einmitt á þessum tímapunkti. Já, ég trúi þér. Þetta er ekki hefðbundin 8-4 vinna og þar að ekki ef maður er þingmaður eitt af þessum 3 landsbyggðarkjördæmum að þá er mjög mikið, það er margt sem maður þarf að gera líka helgarnar. Já, þú þarft ekki að selja mér þetta, ég trúi því alveg að þú sett brjálæðislega busy. Og það er svona, það er fínt að þurfa ekki að ofan á allt saman að vera með samviskubiti yfir í að maður sé ekki að sinna fjölskyldunni nógu vel, en mjög margir af mínum vinum sem eru komnir vel á leið með það að stofna fjölskyldur. Það var bara einmitt áðan sem að ég fekk mynd af nýfættum frumburði eins af mínum bestu vinum. Og kannski einhverju leyti af því að ég er einhleypur og barnlaus og ég er samkynhneigður, þannig að kannski sé ekkert fram á að barneignin sé að fara að koma óvart fyrir eitthvað svona í náinni framtíð. Að á meðan svona mínu jafnaldrar að hamast í öllu þessu og hafa þá klárlega ekki tíma til að vera að fara eitthvað að setjast á þing og berjast fyrir bættum hag ungra fjölskyldna að hafa kannski einhver leyti mitt hlutverk að gera það hafandi tíman og svörum til þess. Já, einmitt. Sko, ég tók það nú sérstaklega fram að þetta væri ekki þáttur fyrir stefnumál eða svona slíkt, en það hefur þetta spjall okkar ekki verið þannig. En ég veit að þú þarft að rjúka á fund og tími okkar er nánast liðinn, en má ég svona rétt í lokin spyrja þig hvaða er sem þú brennur helst fyrir, ef eitthvað, ef þið langar til þess að ræða það svona síðustu mínútuna. Það sem að ég brenn helst fyrir, ég veit að þetta er ekki eitthvað svona eitt tiltekið stefnumál, en það er að Ísland sé og verði land þar sem að ungt fólk eins og ég sem að hefur fetað þá braut að það er ekki endilega verið að mennta sig í einhverju, heldur vill ná langt, fer ég vel erlendis til að vika sjóndeildarhringinn og öðlast einhverja reynslu eða menntun eða eitthvað. Að þau vilja síðan, að þeim finnist Ísland vera ákjósanlegu staður til að snúa heim til og byggja eitthvað upp og stofna fjölskyldu og lifa lífinu á. Ég sé í kringum mig að það eru hindranir sem að fólk upplifir fyrir því að koma heim jafnvel þó þau langið til þess og það... Þú ert að tala húsnæðismarkaðinn og svona? Húsnæðismarkaðurinn og bara svona kostnaðurinn við að lifa og þetta svona, samfélagi sé að mörguleiti og badvænt, við sjáum náttúrulega stöðuga umræðum leikskólamál sem er náttúrulega auðvitað hjá sveitarfélögunum en hvernig samfélagið allt virkar er sent náttúrulega einhverju leiti samstarfsverkefni ríkisins og sveitarfélag. Þannig að þetta er svona kannski svona stóra myndin sem að ég brenn hvað mest fyrir og til dæmis það að ég vilja Ísland gangi í Evrópusambandið snýst þetta. Það er ekki markmið í sjálfu sér að Ísland sé í Evrópusambandinu bara til þess að við séum þar inni, að því ég er raunverulega trúið í til dæmis að þannig gætu við skapa skilyrði þannig að það sé jöfnun tækifæra að það sé svona meiri fyrirsjáanleiki og stöðuleiki og náttúrulega lægri vextur og viðráðanlegri húsnæðismarkaður eins og til dæmis við sjáum í nágrannaþjóðum okkar á Norðurlöndunum. Og svo eru miklir flokkadrættir í atvinnulífi hérna og margir spyrja sig hvort það geti losnað þau tök. Já, mjög góður punktur. Við höfum hingað til alltaf verið auðlindadrifið hagkerfi og það til dæmis vera með íslensku krónuna hefur reynst mjög vel
En núna erum við að sækja fram á öðru sviðum og ég held við séum öll sammála það sem erum á þingi að við eigum að reyna að greiða götu nýrra og spennandi atvinnuvega til þess að vaxa og dafna á Íslandi og þetta líka liður í því að svona nýjar og spennandi atvinnugreinar sem að mikið af mínum járnbrendurum finnst eða sjá fyrir sér að starfa við og byggja verðmæti innan eða búa til verðmæti innan að það sé hægt hér. Þetta í rauninni ein leið í átt að því markmið en ekki markmið í sjálfu sér, til dæmis að taka upp evru. Einmitt. Nú ertu orðin á seinna fund. Ingvar Þórðarson, kæra þakkir fyrir að koma hér til okkar á Rauðaborðinu í þennan lið sem við köllum óþekkta þingmanninn og ég óska þér alls góðs í störfum þínum á þingi sem og öðru því sem að þú tekur þér fyrir hendur. Takk hérlega fyrir það, takk fyrir boðið. Og við erum ekki búin hér við Rauðaborðið, heldur höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru mjög margir gestir að þessu sinni. Arnar Pálsson og Andreas Guðmundsson eru hér ásamt mauragenginu sínu. Verið velkomnir. Takk fyrir. Hvað er þetta? Hvað eru þið að gera? Hérna eru satt með stórt maurabú með okkur. Tegundin eru satt auramaurar. Upprunalega koma þær frá Suðaustur Asíu. Þeir komu til Íslands með ólífutré fyrir nokkuð árum og hafa sem bara verið með einhvern niður í háskóla í þessu búi. Já, hérna. Og þetta eru reykvískir maurar, íslenskir maurar. Ég kom algjörlega að fjöllum þegar ég sá auglýstan viðburð þar sem að þú varst að tala, Andreas, maura á Íslandi. Eru sem sagt maurar á Íslandi? Ekki bara í háskólanum. Það má segja það. Þeir hafa fundist hérna í nokkuð miklu mæli upp frá kannski 1970. Náttúrufræðistofnun Íslands hefur verið að safna mikið af gögnum þetta, upp að því. Og við sjáum náttúrulega bara mikið tengt við mannfólk. Maurarnir koma til landsins til dæmis með pottaplöntum og svoleiðis. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur dregist mikið aukan á síðustu árum. Og þess vegna sjáum við bara mjög mikið af maurum koma til landsins með þessu. En hvar fær maður áhuga á maurum? Já, ef þú hefur ekki áhuga á maurum þá er náttúrulega ekki að þér, sko. Nei, það er svona bara almennu náttúrufræði áhugi, sko. Þetta mauraverkefni sjálft, það byrjaði hérna við Háskóla Íslands, við ítalskur bókmenntafræðingur kom að máli við mig fyrir rúmlega 5 árum síðan og hafði mikinn áhuga, hafði flutninga með fjölskyldu sinni og hafði mikinn áhuga á því að kanna maura. Og hann sem sagt hafði lesið einhverjar greinar og komist að því að það hefði fundist maurar hérna sem kallar húsamaurar, Hippoponera tegund sem er ættuð frá hittabeltinu og Sigurður Richter og Erling Ólafsson höfðu lýst í frægri grein í náttúrufræðingnum. En Marko grunaði að væri eitthvað meira á döfunni og talaði við Mattías og Erling og fór síðan að vinna einnig sjálfur með meindireiði og fylgja Steinari meindireiði í tilfelli. Því hann er að sérhæfi sig í því að eyða maurabúum með að koma upp í borginni. Og úr þessu spratt bara mjög forvitnilegt verkefni. Já, og þú minnist á meindireiði, þetta eru í augum sumra meindýr. Þeir eru nú ekki sammála því. Það er náttúrulega svolítið algengt að fólk vil losna við þetta kemur upp inn hjá sér. Og maður kannski skilur það alveg vel. Ef þessi maurar eru mikið að koma inn í eldhús hjá manni að sækja sykur eða svoleiðis, þá er það náttúrulega minna skemmtilegt. En það má líka líta á það sem einhvers konar nýtjadýr vegna þess að maurar eru náttúrulega rándýr og eru þá líka í því að veiða önnur skordýr. Það er allir með sérst að í húsum þar sem eru maurar er í staðinn minna af öðru eins og allir með silfurskottum. Það er það bara svolítið svona spurning hvort maður vilja fá maura eða silfurskottur. En það er gaman að fylgjast með þessu, þannig að
Já, það líka þannig að það eru margar tegundir maur og það hafa hver sína svona vistina eða serviskuna, þannig að þessir húsamaurar sem við myndust á, þeir eru, kemur í ljós í gögnum Markosar og Náttúrufræðistofnunar, þeir eru lang algengastir. Það tegund sem hefur borist kannski 50-60 árum síðan og breiðist út og bara mjög algeng í húsgrunnum eða kannski viðbyggingum í kringum lagnir og svoleiðis. Þegar við tölum þessi í húsum, þá ekki inn í húsunum hjá fólkinu, heldur birtast þeir bara þegar drottningarnar, það sem við kallum sverma, þá búið tilbúið að fjölga sér og þá fljúga drottningar út að þeir vilja fara að koma sér niður á nýjum stað. Þannig að þú sérðir raun og verið ekkert maurana fyrir en kannski birtast í þvottahúsinu hjá þér þegar komnar 200 flugur í gluggan sem komast ekki út af því hann er lokaður. En síðan eru alltaf bara mjög margar tegundir af maurum eins og þessir auramaurar, þeir eru meira svona yfirborðsmaurar, lifa kannski í jarðvegi, í kringum blóm og svoleiðis og eru að tína skordýra á yfirborðinu. Þau hafa bara ólíka lífshætti. Af hverju auramaurar? Þetta er skemmtileg tegund. Á ensku kallar svona penny ant. Það fannst okkur þetta frábær hugmynd að kalla á auramaurar. Já, það er mjög fyndið. Og þeir eru bara voðalega skemmtilegir. Sumar maurategundir sem við erum með í svona búum eru tölvöld feimnari. Það lifa ekki vel í svona opnum aðstæðum. Hérna sést inn í búið, inn í eggjahirslan og svoleiðis. Þessi tegund verið spjala sér nokkuð vel í þessu. Og þetta er þá bú sem við mikið verið að fara með líka í menntaskóla, grunnskóla og leikskóla, í einhverjum svona samfélagsverkefni. Og hefur bara lifa með okkur í nokkur ár. Já, við vorum svo heppnir að fá það sem heitir samfélagsstyrkur Háskóla Íslands, þannig að þeir veita verkefni í svona þar sem að vísindamenn eru tilbúnir að fara og kynna rannsóknir sínar eða svona rækta sambandi við ólíka þætti samfélagsins og þetta verkefni er þá Andreas og Rapp Sigursson sem vinnum með okkur að fara í fjölmarga fjölbreytar og menntaskóla á höfuðborgarsvæðinu með einmitt þetta búra því að auramaurarnir eru svo glaðir í sviðsljósinu. Þeir þykir þetta ekki leiðilegt. Nei, þeir alveg bara pluma sér rosalega vel, mjög svona auðsveipir í þessu öllu og alveg bara tilbúnir í að kannski ekki alveg láta klappa sér en vera allavega með. En þessir, ég meina, hvernig lifa þeir af eins og miklar frosthörkur og annað? Það er ískalt hérna. Flest búin alltaf finnast inn í húsum og okkur finnst alltaf gott að vera inn í hlýjum húsum, alveg eins og maurunum. Þannig að inn í húsinum er náttúrulega bara voða fínt. Oft, til dæmis húsamörnir finnast upp við lagnir. Það er náttúrulega alltaf hlýtt. Síðan er þetta oft í svolítið gömlum húsum þar sem lagninar eru kannski verið svolítið lekar. Það er náttúrulega líka raki. Síðan safnast eitthvað skordýrum í kring og það er þá náttúrulega bara frábæra aðstæður. Utandyra er þetta náttúrulega aðeins kaldara. Og það eru maurabú sem hafa fundist í Görðum í Reykjavík sem virðast geta lifað á íslenska veturinn. Þar má helst telja upp blökkumaurinn. Hann hefur fundist í Görðum bæði í Reykjavík, Seltjarnarnesinu og líka á Akranesi. Það er þá tegund sem fer í svona vetrardvala. Og það eru þá bara þannig að maurnir hópa sig saman, neðanlegar, í svona stóri kös og bara halda sig hita. Hvorum öðrum. Akkurat. Þetta eru félagsdýr, greinilega. Við hefum margt sammerkt með þeim, virðist vera. Hvað Ég velti fyrir mér bara að því að ég meina þeir eru fyrstu menninni sem mæta hér með skortir inn í þetta stúdíó. Svo þú vitir af. Svo ég viti af einmitt. En hvað svona drífum bara áfram í að skoða maura? Er hægt að skoða það endalaust? Það má segja það sko. Já, það er náttúrulega bara mjög margt sem hægt að rannsaka með maur og svona á Íslandi erum við að gera eiginlega svona bara grunnrannsóknir, bara hverjir eru, hvar eru þeir, hversu skyldir eru þeir, hvernig þraukaðar af veturinn sem er í mitt meistaraverkefni Andreasar. En síðan út í heimi þá er fólk að spyrja annara spurninga bara eins og hvernig virkar sko félagskerfið og það sem er alltaf sérkennlegt við maura, ekki þessa tegund, eru vinnumaurarnir eða þernurnar. Þetta eru allt saman systur. Það eru eiginlega allar með sama lagi, en í mörgum tegundu þá eru ólíkar þernur og við vorum til skamstíma með bú af hvað heita það eftir? Laufskurðarmaurar. Já, laufskurðarmaurar. Það eru það maurar sem að sækja lauf, rækta svepp og éta sveppinn. Og þetta verkefni sem fór á stað með stuðningi
húsdýragarðsins, þannig að því að það er gott samstarf hjá okkur og húsdýragarðinum og þá var að reyna að koma upp svoleiðis búi sem að geti verið svona skemmtilegt að horfa á. En þá laufskuramörurnir, þeir eru með mörg ólík vaxtarform. Þannig að drottningin verpir eggi og síðan fer það eftir því hvað eggin fá að borða, hvort þeir verið svona litli snistimaurar eða miðlungsvinnumaurar, aðeins stærri vinnumaurar eða hermaurar eða eitthvað annað. Og þá er það náttúrulega bara grundvallar spurning í líffræði, hvernig getur þú breytt systrum sem eru næstu því eins erfðafræðilega í ólík form bara með því að gefa þeim ólíka hluti að borða. Það er þá bara grundvallar spurning sem er miklu víðari heldur en maurar. Þú myndist á skyldleikan. Ég las einhvers staðar, ég held að hafi verið grein eftir þig, Andrés, þar sem þú talar að það væri maurabúundir Reykjavík og það væri stórt og þeir væri allir skyldir. Það þótti mér áhugavert. Þetta er pælingi með ofurmaurabúið. Þetta er eitthvað sem sérst oft þegar maurar berast inn í svæði. Það sem við reiknum hafi gerst á Íslandi er það var kannski ein drottning af þessum húsamaurum hafi komið til landsins, kannski 1960-70 eitthvað svoleiðis og hafi þá stofnað bú í einhverju húsi í Reykjavík. Síðan fer þetta bú að fjölga sér og stofnað ný bú og það sem við sjáum þá er að nýja búið er þetta mjög skylt gamla búinu. Þetta er bara systur. Og síðan halda búin að fjölga sér og fara frá húsi í hús en vegna þess að öll þessi bú eru komin af einu uppnæðnu búi þá halda þau áfram að vera ákveðin skyld og það fyrir eftir tegundum. Sumar tegundir fara í samkeppni við systurbú mjög fljótlega. Við höfum síðan dæmis með bú af draugamaurum að við skiptum því í 2 mánuði og sameinum svo aftur og þau fóru bara að slást. En það sem við sjáum til dæmis með húsamaurum er að maura sem við söfnum frá Seltjarnarnesi, Garðabæ, Reykjavík, jafnvel Seltjarnarnesi, þeir slást ekki. Þetta getur þýtt marga hluti. Kannski er þetta bara mjög friðsæl tegund sem slæst lítið við sína eigin tegundameðlimi. Eða kannski getur líka bent til þess að þessir maurar líti á sig sem eitt stórt bú. Það er erfitt að sanna hvort það sé í rauninu ofurmaura bú undir Reykjavík. Það er bara eitt stórt samfélag mismunandi maurabúa sem líti á sig sem eitt stórt bú. Það er erfitt að sanna tilvist þess, en það er alltaf ýmsar vísbendingar sem benda til þess að þetta gæti verið raunin. Og það myndi þá bara líta svona einhvern veginn út? Já. Einmitt, þessi hugmyndin ofurmaurabú hefur sést oft hjá maurategundur sem berast á milli landa. Það er einhverjar af 13.000 þekktur maurategundum eru kannski 25-50 sem eru kallaðar svona Trump species eða eitthvað ferðalangar sem að fara mjög víða og að borist mjög víða heimsálfurnar og það eru þessi tegundir sem að borist til Evrópu þar sem að maurar á Spáni, Frakklandi og Þýskalandi líta á hvern annan sem ná systur sínar og takast ekki á. En annars er átök maurabúa er gegnum gangandi þema maurar eiginlega maurum verstir, ef maður getur sagt sem svo. Þeir eru sífalt að berjast á banaspjótum af því að þeir eru svo öflugur rándýr og það var til dæmis bara mjög forvitnilega þáttur á RÚV-inu núna í janúar. Attenborough var með þátt, las yfir þátt sem fjallaði maurabú í Frakklandi og þá var bara mjög skemmtilegt myndefni þar það hvernig maurabúin er að takast á. Frægt dæmitum er það til dæmis Argentínumaurarnir. Það er tegund sem kemur frá Suður-Ameríku og hefur sen breiðst víð heiminn og er talin inn ágengasttegundin. Það sem hefur sést er að þegar hún berst á nýbúsæði þá myndir hún ofurmaurabú. Og það er til dæmis eitt ofurmaurabú sem nær alla Evrópu. Í Norður-Ameríku var líka eitt stórt ofurmaurabú. En vegna þess að það liði aðeins lengra síðan að þessir maurar bárust til Norður-Ameríku, þá hefur þetta bú síðan skipst í tvennt. Og nú ríkir átök milli búanna tveggja á þá bara rosalega stórum skala. Það bara í heilli heimsálfu. Þetta minnir margt á mannfólk. Það bara verður að segjast. En bara svo kannski fá að spyrja ykkur aðeins út í þetta fyrirbæri fyrir framar okkur. Þetta er einhvers konar gervimaurabú eða ekki sett? Jú, Marko setti þetta saman með fulltingi þessar samfélagssjóðs þannig að fengum pening til þess að fjárfesta í svona smá útbúnað. Hann er að vinna síðan líka nýtt bú núna sem er leikskólaheld. Þannig að hugmyndin er að fara, næsta verkefni er að fara í leikskóla ekki
ekki á höfuðborgarsvæðinu heldur svona í kraganum, svona eiginlega tala við víðara samfélag, en þá þetta hugmyndin sko að þú ert eiginlega endur skapa í einfaldri mynd einhvers konar borg sem að maurarnir byggja sjálfur. Þeir eru oft með svona einhver hólf og einhverja brautir og kannski þú vilji segja frá hvernig þetta liggur hérna allt saman? Já. Það byrjar náttúrulega allt hérna í þessum kössum. Hérna erum við með sjálft maurabúið. Það mikið af púpum sem sjást þarna, svona hvítar. Já. Þarna inni lifir drottningin og þetta tegund sem getur verið með margar drottningar. Það ein drottning í þessu búi. Það erfitt að segja. Það þyrfti bara að telja hvern einasta maur. Það svo lítill munur og stærð á drottningunum og vinnumaurunum að það gæti vel verið að þarna séu fleiri drottningar. En það að minnst ein drottning hérna inni og hún verpir þá flest með eggjunum í búinu. Þaðan fara maurarnir svo aðeins víðar. Hérna eru við með svona fóður hirsli, þarna gefum við yfirleitt að borða. Við gefum við mikið sigvatn en síðan líka mikið af ávaxtaflugum. Það mikið verið að rannsaka með ávaxtaflugur í háskólum, þannig mikið af aukaflugum sem gott að losna við. Þær eru óþolandi. Það þykja þær með glöðu geði. Það eru dásamlegar. Já, ég er kannski wrong crowd. Maurunum finnast þeim klárlega dásamlegar. Já. En þær eru mitt sko með 2 þar sem eru einhvers svona geymslur. Önnur kirkjugarður, þar sem maurarnir geyma aðra dauða maura. Hitt hólfið, það í rauninni ruslahaugur. Þar geyma maurarnir úrgang og í þessu tilfelli eru það aðalega fluguvængir. Þannig að við þetta gefum mikið af flugum og maurarnir borða þá allt prótínið, en það sem við geta illa borðað eru vængirnir og þeir skera það eftir. Og þeir fara, og hvernig virkar þetta? Þó bara einhverju nokkru maurar sem að svona taka það á sig að taka til eftir matinn og Þeir eru góðir að flokka sko. Já. En þannig að maurar seita alltaf ferumónum í öllu sem þeir gera. Og þegar maur deyr, þá seitir hann líka ákveðnum ferumónum sem láta aðra maura vita að hann sé dauður. Og þá flytur hann þá yfir í svona kirkjugarðinn á sama tíma og annað en þá flutt bara yfir í ruslahauginum. Já, þeir eru með fullt af verkefnum og eins og Andrea segir, þeir nota þessi efnaboð til þess að tala saman. Þannig að þeir tala ekki eins og við, heldur eru með eitthvað svona efnatungumál sem að vísindamenn eru þá einmitt ennþá að reyna að finna allt saman út úr. En þeir eru raun og veru, það allir í búinu, þetta allt saman systur, en það eru meira heldur en venjulega systur, en ekki alveg eineggja systur, eða tvíburar, af því að þeir eru sko 75% skyldir, meðan venjuleg sískin eru 50% skyld. Þannig að þess vegna vinna þeir svona rosalega vel saman af því að þessi aukni skyldleiki sem er á milli einstaklingana. Og síðan er það náttúrulega bara ennþá verið að rannsaka hvernig þeir ákveða, já það þarf að fara út með endurvinnsluna eða það þarf að sækja flugu fyrir lirfusystem mína og taka til og allt þetta. Einhvern veginn ná þeir að sortera úr þessu öllu saman og það er svona fyndna svona líffræðilega við þetta líka að þetta eru ólíkir einstaklingar en samt virkar þetta eins og heild. Þannig að, og þeir svona innan gæsalappa er þá að hugsa sem heild þótt þetta séu stakar verur sem er svona dálítið svona skemmtilegt, þá fara maður til að hugsa hugsunina hvaðan kemur hún sko. Nú hafið þið hitt marga maura. Eru þeir með persónuleika einkenni? Eru þeir ólíkir innbyrðis? Það er góð spurning. Það er náttúrulega klárlega mikill munur á tegundunum. Við sjáum alltaf eins og með þessa að þeir eru voðalega svona vingjarnlegir. Þeir koma, ef maður gefið ekkert mat á, eru mjög fljótir að hópa skringur matinn og sækja hann og bera hann tilbaka í búið og þeir eru ekki mjög árásækjarnir heldur. Aðra tegundir til dæmis eins og flatbálsmaurarnir, þeir eru miklu feimnari. Ef maður opnar bú hjá þeim, þá hlaupa allir burtu tvístyrast og það tekur miklu lengri tíma fyrir að koma að sækja matinn. Þannig að það er klárlega mikill svona persónuleika munur á tegundunum. Erfiðara að meta mun á einstaklingunum? Já, en það er svona fólk gert kannski minna með það í maurum en í öðrum skordýrum hefur komið í ljós að það er bara heilmikill einstaklingsmunur í atferli og þessum við getum kannski skilgreinast með einhvers konar persónuleika einkenni, bara hversu viljugur ertu til að standa í miður hringsins, viltu frekar vera í hóp eða stakur og hvernig svona berðu þig að bara í eitthvað svona almennum verkum dagsins og það er bara heilmikill breytileiki í því og það virðist eiginlega að vera í mörgum tegundum heppilegt að búa til breytilegt atferli af því að það þá hjálpar tegundin að vera ófyrirsjáanleg fyrir afræningur sínum og eitthvað svoleiðis. En síðan því miður vitum við bara ekki nóg mikið hvort að fólk hafi fundið
persónleika einkenni hjá stökum maurum en það er kannski hægt að fara yfir í sko maurarnir hafa ólík verkefni eftir því hvar þeir eru í búinu en líka bara eftir aldri og það sést náttúrulega líka hjá býflugum sem eru náskyldir þessum tegundum. Já. Það náttúrulega fer verkaskipting aðalega bara einmitt eftir hvað þeir eru gamlir. Þannig að yngstu svona þernunar vinna kannski hættu minnstu störfin inn í búinu. Mikið þá í umhyggju drottningar, umhyggju ungviðis á meðan þá eldri þernunar fara í kannski hættulega störf. Fyrsta starfi gæti þá verið einhvers svona vöktunarstarf við inngang búsins sem það ekkert svaklega hættulegt en það svona gæti komið til átaka þar. En síðan eru það elstu þernunar sem fara þá í hættulegustu störfin sem eru þá til dæmis að sækja mat fyrir utan búið. Og það er náttúrulega miklu meiri áhætta á því að það verði afrán og eitthvað svoleiðis. Og hvað er, sko, í bíómyndunum þá er alltaf svona einn maur sem gerir uppreist. er það eitthvað svona sem að þið hafið séð gerast? Það er sjaldgæfara. Maurarnir, náttúrulega eins og Agnar nefndi, eru rosa skyldir hverjum öðrum. Og það fyndna við maurana er að þeir eru skyldir systur sínum en afkvæmum og foreldrum. Þannig að þeir græða mest á því að hjálpa systkini sínum. Og græða meira á því að hjálpa systkini sínum en þeir myndu græða á því að búa til eigin afkvæmi vegna þess að þeir eru skyldari systkinum en eigin börnum. En hafandi sagt það, þá í öllum þessum, að því að það eru býflugur, vespur og maurar eru allt saman af sama þróunarfræðilega meiði. Þetta er maurar veru vænglausar vespur. Og hvað kallaður býflugurnar eru? Vínarlegar vespur, já, bara mjög vínarlegar vespur, eftir í hvernig spyrir náttúrulega. En hvað ætlaði að segja núna? Það eru alltaf einhverjir maurar líka sem geta sem aðeins öðruvísi svona fyrirkomulag á þessu. Yfirleitt þá virkar það þannig að það er ein eða fleiri drottningar í búinu sem verpa öllum eggjunum en einhvern tilfellum geta sjálfur vinnumaurarnir líka vert eggjum. Og þetta er svona sérstök aðlögun sem sést aðalega í svona kannski frumstæðari hópum, allavega hópum sem sýna frumstæð svona mauraeinkenni. Þar sem þá í rauninni vinnumaurarnir geta sjálfur líka myndað eggjastokka og þá stofnað eigin bú. Þetta er svona frekar sjálfgeft, en þarna væri þá dæmi maura þar sem einhver svona einn vinnumur gæti í rauninni bara yfirgefið búið og stofnað sitt eigið bú. Já, hérna. Já, eða einmitt svindlað, farið að verpa eggjum í hrúgu móður sinnar og þau alin upp sem systkin hennar en raun og veru er þetta kannski bara hennar eigin afkvæmi. Og þetta er sérstaklega mikið meðal drottninga. Það eru ákveðnar maurategundir þar sem drottningarnar lifa ákveðnu sníkjulífi. Það er tegund þar sem það er í raun ekki til svona, eða það er stofnað í raun ekki eigi bú, fara frekar í önnur bú hjá öðrum tegundum og í raun bara fela sér þá með svona feromónum þannig að viðnumverði geta þá ekki greint að það sé ný tegund af svæði og verpa þá einmitt eins og segir eggjum í raun óvinnaða búið og taka bara yfir. Þannig að sjá eggi sín. Eða verða bara allir vinnir, eða taka yfir. Nei, það er Ég er alltaf að hugsa ykkur svona byltingar. Já, menn að varast það náttúrulega að taka líffræðina og speglana ómikið yfir á mannlegt samfélag. En við sjáum í eiginlega öllum sem tegundur sem eru með félagshegðun, þá er einhvers konar, það er ávinningur að því að vinna saman, en ef þú komið einn ávinning að því að vinna saman, þá er rými fyrir einhvers konar svindl. En þá endur í einhvers konar samþróun, þannig að ef einhver er að svindla og það er fara að kosta búið á mikið, þá mun þróast einhvers konar gagnkerfi við því. Þannig að það þróast löggæsla gegn svindli og þetta verður bara svona einhvers konar vopnakapplaup eða svona dýnamík sem svona viðhelst. Þannig að það má eiginlega horfa á maurabú, býflugnabú, vespubú sem einhvers konar samhjálpsríki sem er með mjög öflugt lögreglukerfi og það er bara spurning hvort það er notið 1% eða 5% eða 20% af sinni orku í að halda friðin eða halda samfélaginu saman. Og það er bara breytilegt eftir tegundum og svoleiðis. En hvað, ef að fólk finnur maura heima hjá sér, getur það haft samband við ykkur, hvað á það að gera og svona? Þið viljið þetta ekki að þeim sem er eitt eða hvað? Ja, það fer svolítið eftir tegundum. Já. Það er alltaf gott að tilkynna bú. Það hjálpar auðvitað einhvers konar svona kortlagningar verkefnum við þá að kortleggja útbyrjusuna, hvort að þetta séu þá nýjar tegundir sem eru að koma hingað eða hvort að þetta séu þá einhver eldri bú sem eru að stofna svona systubú.
Og í sumum tilfellum þá mikilvægt að búum sé eitt og það fer svolítið inn í pælinguna að maurar náttúrulega hafa ekki fundist á Íslandi svona síðustu aldirnar og áhyggjefnið það þá að vegna þess að þetta náttúrulega mjög góður rándýr gætu við líka haft neikvæð áhrif á íslenska náttúru og við viljum svolítið mikið fylgjast með því og það svona eitt helsta verkefni eða svona helsta markmið okkar verkefnis að þeim fylgjast með því hvaða tegundir að berast hingað og að sjá hvaða áhrif þetta hefur á íslensk vistkerfi og þá náttúrulega mjög gott ef að fólk getur tilkynnt svona bú þess að getum þá séð hvort að þau séu þá einhverja skaðlega tegundir eða ekki. Já, leiðin til þess að hafa samband við okkur þá að við erum með vefsíðu inn á vegum HÍ sem það bara maurar.hi.is og það þá svona tíðindi af rannsóknum eða heimsóknum með einhverju slíku og síðan einhverju netföng og síðan líka piltarnir með samfélagsmiðla sem hægt að senda skilaboðin og ná til okkar og við Mark og Andreas vinna með meindireiði sem hefur sérhæft sig í búum þannig að oft fáum við vinna með steinari í því en náttúrulega við erum alltaf bara opnir fyrir að heyra frá fólki en bara svo ég taki upp þráðin frá Andreasi það eru svona ákveðna tegundir sem að hafa komið hingað sem að gætu verið slæmar fyrir íslenskt vistkerfi en það líka tegund sem að komum mitt í 105 sem evróskur eldmaur sem að þú vilt kannski segja frá þegar þið fundið það bú. Það var svolítið áhugaverður fundir. Það var stórt eldmaurabú sem fannst í Hlíðahverfinu. Vandamálið þá að þeir eru rosalega öflugur rándýr. Þetta stærstu maurinn sem við fundist þetta. Ekki nema hálf sentimetra lengt sem hljóma kannski ekki eins og mjög mikið en þegar þú ert með nokkur 100.000 maurar kannski það geta alveg raða sér upp í mannesku. Já, nákvæmlega. Og gallinn þá að þeir geta bæði stungið og bitið samtímis og var einmitt tilkynnt vegna þess að þeir voru að fara inn í herbergi á einhverju stelpu að bíta og stinga. Og það held ég ekki eitthvað sem Íslendingar myndu endilega vilja hafa í náttúrunni. Nei. Þannig að það ekki mjög gaman að leggast út í garð og hafa þá einhverja 100 maura klifur yfir hann. Þannig að þetta bú sem við eittum með hjálp Steinars og líka tegund sem við viljum þá sérstaklega fylgjast með vegna þess að það sem áhugavert þá tegund að hún fannst í garði og þetta var stórt bú sem til þess að það hafi þá líka lifað af einhverja vetri á Íslandi. Já, húseigandi hafi séð maurar sumarið á undan og gott ef ekki 2 sumur undan. Þannig að það segir okkar að búið hafi lifað veturna eins og þú spurður á. Og ef að það hefði lítið að gert þá náttúrulega þetta bú sem gæti mjög auðvitað bara drifst í næstu garða og þá víðar. Kannski eitt þetta að lókum við hleypum næsta holli að róðamaurar, eru þeir maurar? Nei, það eitthvað svona íslensk nafngiftarvillisa svona litla pöttur voru kallar þetta maur og hitt maur Svipað með ríkmauran líka. Já. Þetta eru áttfætlir. Maður sér að maður til frá fætin á þeim að þá þetta með 8 fætur og þá skildara öðrum áttfætlum svo köngulum. En það svolítið erfitt að breyta nafni einhverja pöttu sem allir þekkja eins og róðmaursins. Akkurat. Arnar Pálsson og Andreas Guðmundsson þakka ykkur kærlega fyrir og öllum ykkur kæru maurar. Þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt og ég hlakka til að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Takk. Tóki við, það meira hér handa við hlé. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðir gestir, talsfólk Rauðregliðarinnar sem eru réttindasamtök kynlífsverkafólks á Íslandi. Reynanda Sara Arnórsdóttir og Ari Lógn. Verið velkomin. Takk. Það tilefnið kvikmynd svona fyrst og fremst Anora sem hefur nú verið ansi reyndar til umræðu hér við borðið og á henni eru skipta skoðanir. Hvað fannst ykkur? Þið fóruð öðru sinni, þú Lógn og Renata, þú sást hann í fyrsta sinni gær. Yes. Hvað finnst ykkur? Hvernig var ykkar svona veruleiki speklaður? Já, mér fannst það hjálpa svolítið að ég var búin að lesa einhver reviews og sérstaklega frá kynlífsverkafólki og þannig að þú veist, ég svona vissi hvað ég ætti að horfa á eftir, hvað ég ætti að skoða sérstaklega. En svona heilt yfir að þá fannst mér vera
mjög vönduð miða við svona flestar myndir sem að eru gerðar kynlífsverkafólk eða iðnaðinn. Mér fannst hún alveg svona vera fókuseruð á Anora þótt að hún hafi samt verið einhvern veginn í bakgrunnum hjá öllum öðrum karakterinum, svona í þeirra huga. Af því að það var oft sem að, þú veist, allir voru að tala hana, í kringum hana. En já, hún var samt, þá var kannski myndavélin í close-up, mjög close-up á hennar andliti og meðan aðrir eru bara að tala hana. Þetta er kannski svona skírskotun einmitt í ekkert okkur án okkar. Já, algjörlega og það er líka bara svona hvernig oft talað okkur en ekki við okkur, þú veist, bara svona almennt í samfélaginu. Já, mér finnst þetta eiginlega sýna það svolítið skýrt og þú veist, ég fer kannski aðeins meira inn í það á eftir en í þessum dúra þá það eins með svona skömmina sem vörpuð á og þú veist, þegar það talað Anoru sem, þú veist, alls konar, þú veist, hún kölluð alls konar slæma hluti og þú veist, mér fannst eiginlega það svona, það fallegasta sem að hún var kölluð var af pappa Vanja Ivans, þessi ólígarki sem kalla hana Night Butterfly og þú veist, í því samt, þú veist, svolítið svona infantilization og svolítið svona tekið af henni valdið en það sýndi svolítið bara svona hversu harkalega restin af þessum kallmönnum sem að myndin virðist kannski meira fókusa á þó að vissulega, þú veist, við sjáum alltaf Anoru en myndin tekur fókus á kallmennina og fyrir mér þá fannst mér eins og þetta gæti verið Sean Baker að því að hann nú bara frekar outspoken svona hvað heitir það svona baráttu maður kynlífsverkafólks og ég fer að hugsa hvort að hann sé að í rauninni benda á þetta, benda á hvernig við sem samfélag tölum horfum á og lítum á kynlífsverkafólk sem að mér finnst, þú veist, vera rosa athyglisverður vinkill til þess að vinna þú veist, myndina eða svona kritík af myndinni út frá. Mér finnst mjög áhugavert sem hún segir með skömmina að henni sé svona varpað og ef við horfum á þetta sko út fyrir myndina og bara inn í veruleikan skammast fólk sín fyrir að kaupa þjónustu kynlífsverkafólks og það sem að einhvern veginn kemur svo niður á verkafólkinu sjálfu eða Ég held að það sé bara svona allur gangur á því, þú veist, ég held að það fari rosa eftir samfélögum hvort að, þú veist, fólk skammist sín fyrir að kaupa þjónustuna en mér finnst það samt ekki svona vera það sem flestir hugsa. Mér finnst það meira vera sko að það sé stöðugt vera minnana á þú ert bara, þú veist, kynlífsverkakona nema alltaf að nota þau, þú veist, alls konar meiðirði yfir. En það svo oft líka bara þegar það eru myndir sem að innihalda kynlífsvinnandi karaktera eða personur þá svo oft við fáum ekki heila mynd af manneskjunni. Við fáum bara hún gerir þessa vinnu. Við fáum ekki, þú veist, heila svona heilstifta svona mynd af henni, hvað eru hennar langanir utan vinnu, hvað dreymir hún hvað gerir hún í daglegu lífi, hvernig hún með vinum sínum, þú veist, hvað hún að hugsa, við fáum að giska það á andlitin hennar, en við fáum ekkert að sjá neitt nema sjá þessa kynlífsverkakonu, þú veist, og ég hefði
ég hefði viljað dýpri sögu, þó vissulega, þú veist, þetta saga, þetta ástarsaga, eins og hérna hún Lóa Björk talaði hérna fyrir í mánuðinum. Þetta ástarsaga og það, þú veist, ég ekki surprised að þessi mynd sé eins stór og hún að því að það þarna þessi ástarsaga sem að allir geta kannski tengt við. Hún berskjölduð, hún vill vera elskuð og gaurinn sem hún kynntist bara algjör heigull og bara lúser, þú veist. Og hún hélt að þetta yrði, þú veist, sönn og trú ást og það það sem að, þú veist, mér finnst þess að almenningur sé búin að vera að tengjast við. Að þessi ástarsaga sem svolítið svona universal, maður hittir einhvern, maður byggir upp svona hugmyndir líf eða framtíð saman og svo bara, þú veist, gaurinn algjör lúser og maður finnur út af því. Mér finnst akkurat áhugavert sko að þau náttúrulega kynnast þegar hún að vinna og þegar þú ert að vinna bara hvað sem það í klúbbi eða á kaffihúsi eða eitthvað, þú með ákveðin svona vinnupersónuleika en sérstaklega þegar þú ert að vinna sem þú veist, í kynlífsiðnaðinum af því það bara ákveðið svona, þú veist, þú ert náttúrulega að selja einhverja fantasíu og þú þarft í rauninni að sko vernda náttúrulega kannski svona viðkvæmustu parta af sjálfu þér með því að hafa einhverja svona persónu til þess að reiða þig á, líka því að þegar þú ert að vinna í svona klúbbi, þú veist, þú ert basically að vinna við það að gefa fólki svona góðan tíma, þú veist, skemmta fólki, þú veist, þú ert skemmtikraftur, þannig að þú myndir kannski ekki vera eitthvað svona allavega láta sjá það ef að þú værir, þú veist, bara þunglindur í vinnunni, skilju. Nei, það svolítið sambarilegt og bara leikari á sviði. Þú ert að leika í vinnunni. Þetta alveg 100%. Maður mætir, já. Það svona fyrst mér líka bara kynlífsverkafólk, svo, þú veist, þó svo að þau hafa ekki formlega leikara menntun, að þau samt alveg fullþjálfaðir leikarar bara út frá því hvað þau vinna við. Og já, mér finnst það svolítið að því það kannski þessi hugmynd kynlífsverkafólk að það svona ég veit ekki, komið til dyr eins og það klætt, þú veist, en raunin að maður að setja upp persóna, þú veist, maður vinnu sjálfið, eins og maður í, þú veist, hverja annari vinnu þegar maður að díla við fólk. Maður ekkert endilega að berskjalda sig svolítið eins og hún gerir, þú veist, sem sýnir mér að hún svolítið svona hún svona auðtrúa berskjaldið á þann hátt bara. Mér finnst hún samt ekki hafa berskjaldað sig sko fyrir en hann telur hann að trúum að hann vilji giftast henni og svona eiginlega svona talar hana í það. En mér finnst upp að því, þú veist, þá var hún alveg bara í vinnu sjálfinu. Hún var bara í þessari persónu sem karakter og jafnvel þó að hún hafi kannski, þú veist, skemmt sér eins og í partíinu sem þau fara í hérna, sem hún tekur svona work wife, það sem við köllum það, en svona, já, samstarfskonu sína úr klúbinum tekur hana með í nýjárspartíið og þær skemmta sér alveg, en at the end of the day að það var þetta samt bara svona vinnan, þú veist, bara partur af vinnunni. Það stundum gaman í vinnunni. Já, og það alveg stundum gaman í vinnunni. En það svona, þú veist, þú samt ekki alveg bara þú og það ekki eins og ef þú ert að bara hitta vinnu þína og þú ert ekki að fá borga fyrir það, skilji. Já, kynlífsverkafólk oft einmitt eins og ég segi, kannski því ekki ljáðir neitt svona flóknir persónuleikar. Og þau kannski svo litið flöt. Frægast það bara eitthvað svona Pretty Woman og það yfirleitt verið að bjarga þeim úr iðnaðinum, sko. Og þannig að þetta áhugavert að einmitt að við sem komin allavega á þann stað að við getum hort á það í bíó að kynlífsverkafólk eigi bara venjulegt líf og ástarsambönd sem misefnuð eða ekki einmitt og þú veist, það þú veist líka það mikilvægt þó að þú veist
ég veit ekki alveg ennþá hvað mér finnst myndina, ég ennþá svolítið að melta hana, en mér finnst áhugavert að það að koma nýjar vinklar á kynlífsverkafólk og á, þú veist, kynlífsvinnu I guess, en kynlífsverkafólk og mér finnst framtíðin, þú veist, út frá þessari mynd og hún mikilvæg í því að líka bara fólkið sem á klúbbinum að dansa, þetta allt leikkonur sem eru með reynslu af kynlífsvinnu og þær voru fengnar inn að því að þær hafa reynslu af kynlífsvinnu sem svo mikilvægt að því að það svo oft sem að ég bara búið að vera að lesa þetta kynlífsverkafólk með actual reynslu af kynlífsvinnu þó þau séu að fara að leika kynlífsverkafólk í mynd séu bara svolítið svona nei, þetta ekki það sem við erum að leita þó að þau viti nákvæmlega hvernig þau eiga embodya þennan, þú veist, þessa persónu og mér finnst líka rosa mikilvægt að það var ráðið inn svona konsultant, ég veit ekki hvað það á íslensku ráðgjafar, einmitt með reynslu af kynlífsvinnu til þess að gefa, þú veist, faglegt álit og mér skilst að það var bara hlustað, þú veist, mikið á það sem þau hefði að segja og já, mér finnst þú veist, og meira að þessi hana workwifi hjá hana Anoru, hún líka sexworker og leikkona og hún var ekkert verri leikkona fyrir viki, þú veist, hún var ekkert eitthvað verri leikkona bara því hún líka strippari og mér finnst það ógeðslega gaman, mér finnst mikilvægt að já, en það ekki með þetta því að þetta eru svo miklir entertainerar Einmitt, að því, þú veist, það léttara, eins og reyndur að segja, það léttara að leika þegar maður leikur í vinnunni, þú veist. Já, og mér finnst líka bara áhugavert að þótt að við þannig séð sáum ekkert svo mikið af þeirra sambandi, þess að hún og samstarfskona sín, að þá samt sér maður einhvern veginn svona þessa samstöðu sem á milli þeirra og svona sönn vinátta einhvern veginn og það, þú veist, eins og þegar hann kemur aftur þarna í klúbbinn þegar hann búinn að vera að hlaupa burt frá einhverjum handrukkurum sem að, þú veist, eru fengnir til þess að fylgjast með honum að þá fer hann aftur á klúbbinn þótt að þau séu gift og þá sem sagt samstarfskona hennar sem að ringir í hana og lætur hann að vita að hann sé á klúbbnum og þannig finna þau hann á endanum. Mér finnst líka áhugavert bara hvernig klúbburinn var tekin upp. Það var rosalega svona raunverulegt. Sem fyrrum strippari, þótt ég hafi ekki strippað í Bandaríkjunum, að þá var það rosa raunverulegt. Þú ert að fara upp að öllum kúnnunum og bara hæ, ég heiti þetta, þú veist, hvað heitir þú? Já, hvað segirðu? Viltu dans? Eitthvað svona. Og þú veist, þú ert að fara upp að fólki og svo kannski eitthvað sem segir, þú veist, nei, þú veist, ég hef ekki áhuga og þá ferð á næsta. Þú veist, þetta bara svona. Og mér finnst mjög flott hvernig þetta var einhvern veginn tekið upp og sýnt, sko. Það gagnrýnin sem að hefur borist svona ámyndina og kynningarefni hennar og ýmislegt annað þetta þessi mítan hamingju hóruna, þetta er rosalega umurlegt orðalag en það er þessi þetta er svona anti-sex worker feminismi sem að svona ruddi sér svolítið kröftulega til rúms fyrir nokkrum árum og hefur nú verið svolítið svona deyjandi en samt sem áður þá lifir hann sko góðu lifi í svona ákveðnum kreðsum og þessir hópar hafa einmitt verið svolítið gagnrýnir á þetta einmitt að persónu gera kynlífsverka manneskjuna og búa til úr henni einhverja svona bara normalisera hana í rauninni. Eins og þú veist, eins og það að við séum til séð að normalisera okkar vinnu eða þú veist, það að við séum til sé klám í sjálfu sér eða að það að við séum til þú veist, við erum öll heilstæðar manneskjur og það svo skrítið að feministar vilja afmennska einhverjar konur eða þú veist, jaðarsett kyn
bara út af því hvernig annarkvort þau völdu að framfleyta sér eða þau þurfa að framfleyta sér. Það náttúrulega ekkert feminist né að mínum mati eðlilegt við það að vera á móti því að sjá fólk sem manneskjur bara því að þú ert ósammála því sem þau ákveða að gera eða þurfa að gera. Með sinn líkama. Með sinn líkama, með sinn sjálfsákvörðunar rétt. Að ef við megum horfa á, ég veit það ekki, I don't know. En já, ef við megum horfa á kaffibarþjóna og eða jafnvel bara hreingirningafólk. Já, þú færir ekki að sjá einhverja mynd einhverja konu sem að vinna sem hreingirningakona og vera svo bara eitthvað, þetta að normalæsara það að konu sé að þrífa. Þetta meikar ekkert sens og þú veist, ef við færum þetta yfir á eitthvað annað þá sést svolítið svona hvað kynlífsverkafólk haldið á öðrum svona staðali. Eins og þegar við fengum, þú veist, boðið að koma hingað, að þá talaði Oddný þú veist, að það talaði að þetta sé valdeflandi mynd eða gæti verið valdeflandi mynd. Og fyrir mig persónulega, ég sá enga valdeflingu í myndinni, enga sérstaka allavega, en ég að þeirri skoðun að kynlífsvinna þarf ekki að vera valdeflandi til þess að vera flokkuð sem vinna eða umfangsefni. Og hægt sé að segja sögur frá okkur og okkur með virðingu og mennsku okkar að leiðarljósi, hvort sem það tengist valdeflingu eða ekki. Og að sama skapi, þú veist, af hverju má ekki normalísera það að kynlífsverkafólk sé til. Það þýðir ekki að ég sé að normalísera það að allir ætti að vera í kynlífsvinnu. Mér finnst það bara alls ekki. Mér finnst að kynlífsvinna sé fyrir sérstakann hópa fólki og það ekkert allir sem að geta eða ættu að prófa það. Við erum ekki bara já, þetta frábær starf. Þú veist, þetta ekkert frábær starf, en engin störf sem að ég hef unnið hafa verið eitthvað frábær störf. Þau bara störf. Borgarleiguna. Það hefur oft verið kannski einblínt á skuggarhliðar og þá með tilliti til mannsals og sko einmitt ofbeldis í klámi og kynlífsiðnaði og að það sé einhvern veginn með því að gefa kynlífsverkafólki vægi og þessu sem starfsgrein þá sé einhvern veginn verið að ýta undir það að það sé í lagi að beita fólk ofbeldi. Mér finnst akkurat mjög áhugavert. Þetta minnir mig svolítið á þá gagnrýni sem að Belgía fékk þegar að kynlífsverkafólk fékk loksins sko leyfi til þess að fara í fæðingarorlof, til þess að geta borgað í lífeyrissjóð, til þess að geta fengið veikindadaga. Þú veist, þau fengu þessi réttindi sem frábært og þau fengu þau bara því að það búið að afglöpa kynlífsvinnu í Belgíu, fyrsta Evrópulandið til þess að gera það. Og það voru ákveðinu feministar sem að gaggríndu það með því að segja að þetta væri að normalísera iðnaðinn. Það svo störtlað að líta á eitthvað sem að fá réttindi sem að mun, þú veist, bara basic vinnréttindi. Það verður til þess að kannski einmitt svona bjarga þeim frá jaðarsetningu. Já, og horfi á það. Eða leyfa þeim að bjarga sjálfum sér. Eða það einmitt, já. Og þú veist, horfa á það og vera bara eitthvað, nei, þetta slæmt. Þú veist, að einhver fái vinnuréttindi, bara eitthvað, nei. Það meikar ekki sens fyrir mér. En hvernig þetta samtal hérna heima á Íslandi með einmitt afglæpavæðingu og réttindastöðu kynlífsverkafólks? Sko, það virðist vera að fólk sem kannski talar gegn afglæpavæðingu, sem það sem við tölum fyrir, fullri afglæpavæðingu, segja að það sé ekki þessu virði að normalísera þetta eða að viðurkenna þetta sem starfsgrein vegna ofbeldis. Og
það eina sem það gerir að halda ofbeldinu gangandi. Ef að við höfum ekki réttindi þá er léttar að beita okkur ofbeldi og það er alveg búið að sýna fram á það. Og já, náttúrulega bara því meira sem að einhver starfsemi glæpavædd, því meira fer hún í undirheimana og því meira ofbeldi verður til staðar. Þegar þú vilt ekki leita til lögreglunar að því að þú ert hrædd að missa húsnæðið þitt og kannski bara að lögreglan endi á því í staðan fyrir að þú leita til lögreglunar því að einhver réðst á þig og svo segir lögreglan bara við getum ekkert gert í því seinna meir, þá færðu bara að vita að þú ert sektuð fyrir að auglýsa. Eða kærð. Já. Sem alveg raunveruleikinn á Íslandi. Já. Og það er, mér finnst bara svo, það skrítið að vilja ekki normalísera hlut eða gefa réttindi eða vera á móti því að jaðarsettir fái réttindi að því að það gerist ofbeldi eða það gæti verið slæmt og hérna svolítið svona eins og það þrífist hvergi annars staðar ofbeldi. Já, og líka sko að það ekki eins og þetta sé ekki að gerast þó að þér finnst þetta óþægilegt. Þetta ennþá að gerast. Kynlífsvinna að gerast þó að við samþykjum hana eða ekki. Það skiptir í rauninni ekki máli upp á vinnuna sjálfa að gerast hvort við samþykjum hana eða ekki. Hún að gerast. Það staðreyndin. Við verðum, og eitt sem við tölum fyrir í Rauðu regnhlífunni að útrýma fátækt og fá borgaralaun. Við erum mjög mikið til í borgaralaun og reynum að beita okkur eins og við getum til þess að tala borgaralaun að því að með borgaralaunum til dæmis að þá hefur eitthvað svona base income og þá þarftu ekki fyrir þau sem að finnast þau vera neitt eða þau þurfa að fara í kynlífsvinnu að þá geta þau séð fyrir basic þörfum eins og húsnæði, mat, hlutum tengt börnum án þess að þurfa að gera eitthvað sem þau vilja ekki gera því að auðvitað á enginn alveg saman þó þau séu kynlífsvinnu eða byggingavinnu eða hvað annað enginn á að þurfa að gera eitthvað sem að þau vilja ekki gera eða sem læti þau líða óþægilega eða illa þegar ég var í kynlífsvinnu ég gerði meðvitaða ákvörðun að þetta það sem ég ætla að gera og það ekkert allir sem fá þann lúksus og þó að hérna kynlífsvinnan sem ég var að vinna, ég vil meina að ég var í survival sex work eða sjálfsbjörgunar kynlífsvinnu að því ég var ekkert ríkt, ég var bara að borga leigu og mat og svona að hérna að já, í rauninni það skiptir ekki máli þú veist, hvernig þú veist, já, það skiptir ekki máli hvort að við samþykjum þetta eða ekki þetta er hérna og það snýst að gera fólkið sem að þarna eins öruggt og þau geta mögulega verið Mér finnst akkurat áhugavert sko og mér finnst þetta að vera jákvætt að það mikið svona rými til þess að þróast í rétta átt á Íslandi að því að margir, ef ekki flestir, eru farnir að skilja svona skaðaminnkun en aðalega þegar kemur að fíkniefnum og fíkniefnanotkun það eins og fólk skilji það að glæpavæða fíkniefni og notkun sé slæmt og gerir það hættulegra, eykur dauðsföll en það getur einhvern veginn ekki yfirfært þá hugsun þegar það kemur að glæpavæðingu kynlífsvinnu þó svo að það eigi alveg vel við og við vitum að eins og HVF samtökin á Íslandi á sínum tíma voru frekar opin það að þegar við fengum sænskuleiðina á Íslandi
sem með UNAIDS þegar við fengum sænskuleiðina að sænskuleiðin getur ýtt undir bara svona lýðheilsu vandamál og hópar eins og Amnesty International og UNAIDS þau styðja fulla afglæpavæðingu því það er búið að sýna fram á það að lýðheilsa þegar kemur að öllum þessum hlutum, það kemur að HVF og eins og bara apabólinni og alls konar að þá til þess að vernda kynlífsverkafólk þá þurfum við að afglæpavæða alveg að því að smokkar eru enn notaðir sem sönnunagögn gegn kynlífsverkafólki til þess að glæpavæða þau og þá er fólk hrætt við að vera með smokka og það er bara hjúts vandamál. Þú nefnir hérna sænskuleiðin og nú er sænskaleiðin fyrir þau sem kannski ekki vita, hún er þetta að það er í rauninni ekki ólöglegt að selja en það er ólöglegt að kaupa þjónustu. Og fyrir þriðja aðila að hagnast. Já. Þannig að ef þú vilt borga fyrir, þú veist, borga ykkurum til þess að hafa eftirlit með þér til þess að, þú veist, vera svona öryggisvörður að þá er hægt að í rauninni lögsækja hann eða hana og eða þau og ef þú vilt vinna með annari öðrum sem er líka að vinna kynlífsvinnu að þá er líka hægt að lögsækja ykkur bæði annarkvort fyrir það að vera pimp við hvern annan eða fyrir það að vera að halda uppi svona brothel sem er bara, þú veist þetta eru hlutir sem að kynlífsverkafólk gerir til þess að tryggja öryggi. Það er að vera með security. Og lögin svona taka það, eða þessi lög, svona taka það í burtu frá manni. Og líka bara svona viltir hlutir eins og til dæmis að maður getur í rauninni ekki leigið húsnæði. Alveg sama hvort maður sé að vinna þar eða ekki, af því ef það kemst upp að þú ert vinnandi og ert í leiguhúsnæði þá ber leigusalinn skyldu að slúta samningin af því annars er hann þriðji aðili í augum lögreglunar og það býr til heimilisleysi og við vitum af því að gerast á Íslandi Svo er líka þessi ótrúlega skekkja sko, það sem eru bara 2 vitni að glæp og annar þeirra er svo seki lagana setur það óneitanlega hinn aðilan í mikla hættu hann vill ekki láta ná sér og svo er akkurat mjög áhugavert og kannski pínu svona sorglega fyndið þegar við vorum að tala við fórum á ráðstefnu í Brussels og við hittum þar fullt af svona grasrótar samtökum sem eru samtök kynlífsverkafólks meðal þeirra var Rauða regnhlífin í Svíþjóð og þau hafðu sem sagt spurt skattstofnun þar hvort að kynlífsverkafólk ætti að borga skatta og þeim var tjáð það að já, þið eigið að borga skatta og þá sögðu þau bara byrju, er þá ekki bara sænska ríkið stærsti pimpin að þú veist, að því þau eru þá teknilega að segja hagnast á kynlífsvinnu þannig að þetta á meðan hún er ennþá svona hálf ólögleg þannig að þú veist við viljum ekki svona kannast við það að þetta sé vinna en þið skulle dirfast þess að borga skatta Þetta skýtur upp kollinum alltaf reglulega þessi umræða og svona síðasta svona stóra umræða var náttúrulega í kringum OnlyFans sem eitthvað sem að bara blúndraði hreinlega feminísku samfélagi í Íslandi og margir segja til hins góða og til hins betra og ég er alveg sammála því að það vantaði ákveðna víðsýni í þann hóp finnið þið sko og núna svo aftur í kringu þessa vinsælu bíómynd sem að einhvern veginn kom svona eins og þruma úr heiðskýru og hún bara einhvern veginn svona sá og sigraði og þá einmitt fyrir það að vera ástarsaga fyrst og fremst en vera ástarsaga einstaklings í kynlífsverkavinnu en svona greiniði eitthvað mun á svona umræðinu bara í kringum OnlyFans versus svo núna? Já, sko allavega
Mér finnst margt hafa breyst til eins góða. Mér finnst fólk vera ekki alveg jafn fljótt að dæma og mér finnst það aðeins vera svona búið að fræða sig kannski meira eða þú veist, það ekki svona fljótt að fordæma. Já, fólk kannski búið að opna eins augun á einmitt það að við erum fólk. Þú veist, það búið að svona komast að þessi svona mennska. Ekki kannski bara fórnarlömb. Já, einmitt að því að þú veist, vissulega hægt að vera fórnarlamb en það hægt að vera fórnarlamb af alls konar hlutum. Og það hægt að vera fórnarlamb og þolandi og sterkmanneskja og þú veist, það ekki, þú veist, þetta ekki svona einsleitt. Það hægt að vera margir hlutir í einu og að vera þeir hlutir tekur ekki í burtu frá heildinni að maður sé manneskja. Akkurat, og mér finnst samt svona áhugavert og þetta eitthvað sem kemur alltaf reglulega upp í kringum mig að fólk vil meina að þú veist, já, klám gerir það að verkum að fólk eða sérstaklega kallar beiti meira ofbeldi í kynlífi, að þetta sé svona ástæðan fyrir því að karlar fara yfir mörk, að þú veist hitt og þetta og bara ofbeldi gegn konum sé bara út af klámi sem að bara það meikar ekki sens. Þú veist, þetta eins og þegar umræðan var alltaf hvort að tölvuleikir væru ástæðan fyrir, þú veist, alls konar bara glæpum í samfélaginu. Já, einmitt þegar ég man eftir því þegar ég var að spila Mortal Kombat þegar ég var lítil. Og það var þú ert náttúrulega morðingi. Já, ég er náttúrulega bara hræðileg, sko. En þetta einmitt, já, sem mjög áhugaverður punktur. Mér finnst þetta líka svo, þú veist, þegar þú kennir klámi allt þetta ofbeldi, að þá ert í rauninni að taka ábyrðina af þeim sem að beita ofbeldi. Við förum ekki í rót vandans þegar við segjum að þetta klám. Já. Að því að rót vandans svo oft bæði það ekki rosa mikið talað tilfinningar við kallmenn og þú veist, þú ert búin að vera að taka svona ólíka kallmennsku fyrir svolítið og það ekki svona samfélagslega samþykkt að kallmenn tali opið tilfinningarna sínar. Það ennþá ekki virðist vera eða það eitthvað bakslag eða eitthvað í kynfræðslu af því að börn þurfa náttúrulega að læra að klám leikið efni og kynfræðsla það sem kennir okkur kynlíf. Og kynfræðsla kennir okkur mörk og svona, þú veist, það þarf ákveðið svona fjölmiðla læsi þegar þú horfir á klám bara eins og þú veist ég fór að horfa á Kill Bill þegar ég var 10 ára en ég fór samt ekki út að myrða þú veist alla sem voru óvinni mínir eða þú veist þannig að en mér finnst þetta líka bara svo mikið þú veist ég sé svo oft eitthvað svona anonymous posta á Facebook eða eitthvað svo leiðis þar sem að konur kannski að tjá sig eitthvað vandamál í kynlífi eða vandamál í sambandi með karlmanni og fólk svo fljótt mætt í comments bara eitthvað já þetta hérna klámaði enginn og dararara sem bara ok en af hverju þú veist ég hef oft talað kynlíf bara casually við vinkonur og það ekkert mál og við tölum bara allt á milli himins og jarðar en svo eins og kallar gerir það ekki þú veist, þeir tala ekki það svona ítarlega allavega við hvern annan og þeir bara þú veist, þeir eiga miklu minni svona samskipti bara hvað þeir fíla og hvað þeir fíla ekki og svo bara meikar það ekki sens, þú veist, ég hef hort á fullt af klámi og ég hef búið til klám og þú veist, ég hef hort á og séð alls konar klám og samt ég ekki, þú veist, að fara og gera bara hvað sem sýnist þegar ég fer að stunda kynlíf með einhverjum. Þú veist, nei, ég kann að spyrja, þú veist, hvað fílaru? Hvað fílaru ekki? Hvað viltu svona alls ekki gera? Og þetta það sem kynfræðsla gerir. Kynfræðsla kennir manni að hafa þessi samtöl. Maður á ekki að fá kynfræðsluna sína í klámi.
að því að líka maður sér ekkert í allavega hefðbundnu klámi, þá sér maður ekki þegar það talað áður, þú veist, ok, hversu langt ætlum við að fara, hvað þú ok með, við sjáum þetta ekki að því að þetta leikin mynd. Og þess vegna, þú veist, við erum allavega alltaf að peppa kynfræðslu, að því að það sem að við sjáum bara vá hvað þú þarft á kynfræðslu að halda. Já. Og svo, einmitt að þú veist að undirrót kynbundins ofbeldis og kynferðisofbeldis almennt, hún sé í rauninni ekki sótt úr kynlífsiðnaði heldur, hún í rauninni miklu rótgur, hún samfélagslegt vandamál heldur en það. Einmitt, og líka bara vandamálið liggur alltaf á gerandanum. Og gerandinn kannski segir, það klám, þetta klám, já, svo erfitt með klám. Það má vel vera, en við erum mjög mörg sem að horfum á klám og við erum ekkert öll að, þú veist, brjóta á öllum í kringum okkur eða fara of langt og ekki hlusta á makan okkar. Svolítið svona eins og kannski, ég mynda mér eins og bara alkoholisti sem kann ekki fara með vín og þú veist, drekkur sig út úr og gerir umurlega hluti og versus svo manneskja sem að kann alveg að neyta víns í hófi og gerir það reglulega og þetta svona, þú veist, þetta bara einn af þessum hlutum einhvern veginn sem að maður og sama auðvitað með hryllingsmyndir eða bara skiptir ekki máli, þetta einhvern veginn svona. En það bara svo leitt að sjá klám alltaf vera, þú veist, þetta er svona svolítið moral panic tíman okkar núna, klám og mér finnst bara svo erfitt að sjá fólk ekki grafa aðeins dýpra og mér finnst vera ákveðin gerinda meðvirkni í því, þú veist, maður vill ekki sjá kannski makan sinni eða bróðir sinni eða systur sinni eða pappa sinni eða eitthvað sem þú veist, gerandi og það, þú veist, það er ekkert eitthvað rosa hjálpsamlegt, þú veist, að því að við erum öll capable á því að gera neikvæða slæma hluti við annað fólk og það er alveg hægt að ræða það og það er svo óheiðarlegt þegar maður bara svona, það er klám það var að því ég horfði á Terminator það er að því ég spilaði Mortal Kombat þú veist, það er að því á tímabili ég hlusta á Marilyn Manson eða eitthvað, þú veist mér finnst það bara svo að við erum svo fljót að grípa í eitthvað svona frekar en bara að kíkja á actual, þú veist, hvað að gerast. Akkurat. Það Ari Logn, Renata, Sara Arnórsdóttir, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna. Þetta var ótrúlega skemmtilegt og fróðlegt spjall. Minnstum bíó og mestum bara svona allt og en það var, já, eins og segi, við höldum áfram að fylgjast með ykkur hér við Rauðaborðið, þegar Rauðareklífin Rauðaborðið, við hljóma vel saman. Takk kærlega fyrir þetta. Og á þeim nótum skulum við enda þáttinn og við þökkum ykkur sem áhlýddu og fylgdust með kærlega fyrir samfélgina í kvöld og öllum góðum gestum þökkum við fyrir að vera með okkur hér við Rauðaborðið og bjóðum ykkur góða nótt. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.